Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 696 haldinn í Stapa Hljómahöll þann 15. apríl árið 2025 klukkan 17 hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Birgitta Rún Birgisdóttir, Margrét Þórarinsdóttir. Hér vantar forseta 2 fulltrúa sem eru á leið í hús, en hér auk þessi í forsæti Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig ég viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 9 mál, fundargerð bæjarráðs frá 3. og 10. apríl, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. apríl, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 8. apríl, fundargerð lýðheilsuráðs frá 9. apríl, fundargerð velferðarráðs frá 10. apríl, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 10. apríl, fundargerð menntaráðs frá 11. apríl, húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2025 síðari umræða og svo að lokum hér ársreikningur Reykjanesbæjar 2024 fyrri umræða. En kæru bæjarfulltrúar, bara áður en við hefjum hér leika, þá vil forseti óska Vigdísi Finnbogadóttur fyrrum forseta Íslands til hamingju með afmælisdaginn. Sú virðulega frú 95 ára í dag og berum við henni kærar kveðjur. En þá skulum við hefja okkar bæjarstjórnarfund og byrjum að fundargerðum bæjarráðs frá 3. og 10. apríl síðastliðnum orðið laust. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 5 í fundargerð bæjarráðs frá 3. apríl, fjárreiður Reykjanesbæjar. Ég byrja á því að rifja upp bókun sem ég lagði fram þann 18. febrúar síðastliðinn, þar sem umboð gagnrýndi harðlega þá ákvörðun meirihlutans að taka skammtíma lán vegna lausafjárvanda hjá bæjarsjóði. Við bentum á að væri að ræða alvarlegt ástand sem hefði mátt koma í veg fyrir með betri áætlunargerð og betri yfirsýn. Þá lögðum við líka áherslu á að það væri óásættanlegt að bæjarfulltrúar minnihlutans fengju ekki upplýsingar stöðu fyrr en lánabeiðnin var lögð fram í bæjarráði. Í bókuninni var einnig vakin athygli á því að fjárhagsáætlanir skorti bæði nákvæmni og áreiðanleika og að reikningar sem tilyrðu fyrra ári væri að koma til greiðslu eftir áramót. Við bentum á að framkvæmdir hefðu farið fram úr fjárfestingaráætlun og kostnaður vegna ýmissa liða svo sem búnaðarkaupa, viðhalds og ljósleiðaravinnu væri umfram áætlanir. Þetta sýnir svart á hvítu að skortur væri á samræmingu og yfirsýn í fjármálastjórn Reykjanesbæjar. Þrátt fyrir þessa skýru gagnrýnu umbótar í febrúar blasir við okkur í dag enn alvarlegri staða. Á fundi bæjarráðs þann 3. apríl kom fjármálastjóri og lagði fram minnisblað þar sem óskað eftir heimild að taka allt að 2,5 milljarða króna langtíma lán. Það ljóst að fjármálastjórn Reykjanesbæjar hefur ekki verið í samræmi við ábyrg vinnubrögð og raunhæfa áætlanagerð. Sé áætlun ekki í takt við þann raunveruleika sem okkur ljós, sú áætlun gerð til að bregðast. Það brýnt að stöðva þessa þróun, auka gagnsæi og taka höndum saman að móta áreiðanlega og sjálfbærilega fjármálastefnu. Umboð hefur ítrekað alvarlegar áhyggjur sínar af stöðu fjármála Reykjanesbæjar og þeirri fjármálastjórn sem meirihlutinn, Samfylkingin, Framsókn og Bein leið hafa viðhaft. Skortur og yfirsýn, vanáætlanir og ófullnægjandi upplýsingaflæði til kjörinna fulltrúa í minnihluta eru óásættanleg. Fjárfestingar hafa farið fram úr öllu valdi og ábyrg fjármálastjórn virðist víkja fyrir framkvæmda gleði. Við getum ekki samþykkt frekari lántöku í framtíðinni nema raunveruleg og trúverðug endurskoðun farið fram á fjárhagsáætlun bæjarins, að unnið sé markvisst að því að ná fram jöfnuði í rekstri og ábyrg fjármálastefna sé mótuð í samráði við alla bæjarfulltrúa. Við krefjumst þess að unnið verði skýr og aðgengileg áætlun sjóstreymi, að framkvæmdum verði aðeins hreint í framkvæmd til staðar raunverulegt fjármagn og að upplýsingar fjármál bæjarsins verði reglulega bundnar lagðar fram í bæjarráði og bæjarstjórn. Við skuldum bæjarbúum traust, gegnsætt og ábyrgt rekstrarumhverfi
og við verðum að standa undir þeirri ábyrgð. Það verður að koma skýrt fram að ábyrgðin á þessari stöðu liggur alfarið hjá meirihlutanum, Samfylkingunni, Framsókn og Beinni leið, sem hafa staðið að bak við öllum ákvörðunum fjármál sveitarfélagsins. Ég óska að þetta verði bókað. Svo langar mig að koma hérna einnig undir sömu fundagerð og það liður 6. Já, það sem sagt liður 6 sem ég ætla að koma undir og það fjárreiðunefnd Reykjanesbæjar. Við í umboð teljum að stofnun nýrra fjárreiðunefndar sé óþörf, þar sem hlutverk nefndarinnar fellur nú þegar undir bæjarráð ásamt fjármálastjóra sem hefur komið á fund bæjarráðs þegar þörf hefur verið á. Við teljum að stofnun þessara nýju nefndar sé beinlínis vegna fjárhagsvanda sveitarfélagsins, en við teljum að betri leið væri að bæta og styrkja núverandi ferla og þau úrræði sem þegar eru til staðar. Meirihlutinn, Samfylkingin, Framsókn og Bein leið ásamt fjármálastjóra bera ábyrgð á fjárhagsstjórnun sveitarfélagsins. Við teljum að meirihlutinn ætti að einbeita sér að því að bæta núverandi ferla, auka gagnsæi og ábyrgð í fjármálastjórnun og nýta það sem fyrir er. Ný nefnd ætti ekki að vera lausn á fjárhagslegum áskorunum sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir, heldur væri það skilvirkara að bæta þau úrræði sem fyrir eru. Við viljum því leggja til að meirihluti bæjarstjórnar endurskoði þessa ákvörðun sína. Ég óska að þetta verði bókað. Já, takk fyrir þetta bæjarfulltrúar Margrét Þórarins. Það leitt að bæjarfulltrúar upplifi hér að þau eru illa upplýst. Það miður. Við viljum efla upplýsingagjöf og gefa hana skýrt út. En auðvitað kemur stundum til að upplýsingar berast seint, svo það sé sagt. Það alveg rétt að meirihluti bæjarstjórnar hefur lagt til að við stofnum sérstaka fjárreiðunefnd. Það þarna í fundagerð bæjarráðs og ennþá í vinnslu til að rýna sérstaklega fjárfestingar og fjárflæði sveitarfélagsins. Þetta mál í vinnslu og verður tekið fyrir áfram í bæjarráði, en það svolítið sérstakt að tala að fá ekki upplýsingar en svo að skapa upplýsingarnefnd og þá hún óþörf. Þetta svolítið sérstakt henni, svo það sé sagt, en bara athyglisverð umræða. Orðið laust fundagerð bæjarráðs, kæru bæjarfulltrúar, Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það þetta með upplýsingagjöfina og von að við spyrjum okkur hvar upplýsingarnar liggja þegar að þær berast með þetta skömmum fyrirvara eins og við erum að upplifa nú. En ég kem hérna einnig upp undir 5. máli bæjarráðs frá 3. apríl, fjárreiður Reykjanesbæjar og óska eftir að eftirfarandi verði fært til bókar. Í dag, 15. apríl, samþykkjum við enn einu sinni lántöku sveitarfélagsins, en á fundi bæjarráðs þann 3. apríl síðastliðinn var samþykkt að veita heimild til langtíma fjármögnunar að fjárhæð 2,5 milljarður og til að brúa bilið skammtíma lán að fjárhæð 1 milljarður króna. Svo mikið lá á að fá samþykki bæjarstjórnar fyrir skammtíma fjármögnunni að boða þurfti til auka fundar í bæjarstjórn daginn eftir á föstudeginum 4. apríl með rúmlega klukkustundar fyrirvara. Fyrir 5 mánuðum, þann 19. nóvember síðastliðinn, var tillaga bæjarráðs heimild til lántöku upp á 2,5 milljarð hjá lánasjóði sveitarfélaga samþykkt hér í bæjarstjórn. Og aftur erum við að samþykkja nýtt langtímalán, en í bæjarráði þann 3. apríl síðastliðinn kom fram þessi beiðni 2,5 milljarðs króna langtímalán eins og fyrir segir. Von að maður spyrji sig í hvaða farvegi stjórnun sveitarfélagsins sé undir forystu meirihluta Samfylkingar, Framsóknar og Beinna leiðar þegar að halda þar fyrirvaralausan aukafund bæjarstjórnar til að samþykkja skammtíma lántöku á föstudags eftirmiddegi þrátt fyrir að bæjarstjórnarfundir séu haldnir hálfsmánaðarlega. Þriðjudaginn í sömu viku var fundur bæjarstjórnar og vitað
að sá fundur sem hér haldinn væri á dagskrá 10 dögum eftir að boða var til þessa aukafundar. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum ítrekað bent á að vanda þurfi áætlanagerð sveitarfélagsins og efla hana til muna. Þetta höfum við sagt í ljósi þess að við stöndum einnig frammi fyrir því að kostnaðaráætlanir standast ekki og kostnaður við verkefni hefur jafnvel verið sleppt í áætlun. Í bókun meirihlutans á bæjarstjórnarfundi þann 18. febrúar síðastliðinn kemur fram að meirihlutinn hagar áætlanagerð sinni þannig, með leyfi forseta, að áætla tekjur varlega í fjárhagsáætlunum síðustu ára og eins segir, og aftur með leyfi forseta, það nefnilega betra að eiga meira fjármagn seinni hluta árs í stað þess að ofáætla tekjur og lenda svo í vandræðum og ná ekki endum saman. Í þessari sömu bókun tíundar meirihlutinn svo ýmsar ástæður þess að tímabundinn sjóðstreymisvanda sé að ræða, telur upp fjölmörg verkefni sem unnið að og jafnvel einhver sem hafi reynst kostnaðarsamari en áætlað var. Sjálfstæðisflokkurinn spyr því meirihluta Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar, meirihlutinn sáttur við eigin vinnubrögð í fjárhagsáætlanagerð og stýringu sveitarfélagsins sem endurspeglast í viðbrögðum undanfarna mánaða? Getur verið að sú aðferð að vanáætla tekjur ár eftir ár sé farin að hafa áhrif á trúverðugleika og gæði annarra þátta innan áætlunarinnar? Og eins ítrekkum við spurningu úr bókun okkar þann 18. febrúar síðastliðinn sem hljóðaði þannig: það eitt að þurfa að fara í lántökur en ekki lágmarkskrafa að það sé gert með góðum fyrirvara, stutt af góðum áætlunum til þess að lágmarka kostnaði eins og hægt er. Hvert planið? Jú, eftir 11 ára setu meirihluta liggur nú fyrir bæjarstjórnarfundi tillaga Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar að setja á laggirnar fjárreiðunefnd sem skipuð skuli oddvitum allra flokka, fjármálastjóra og bæjarstjóra. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum ekki styðja þá tillögu, enda eru þessir aðilar nú þegar í bæjarráði og teljum við eðlilegra að fjármál sveitarfélagsins verði sett á dagskrá á reglulegum fundum bæjarráðs sem haldnir eru vikulega. Í bæjarráði sitja nú þegar allir oddvitar stjórnmálaflokkana, auk bæjarstjóra, og mun þá bæjarstjóri mæta undir þeim lið. Við teljum það vænlegra en að sett sig á laggirnar enn ein nefndin skipaða sama hópi. Og undir þetta rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Sanders og Birgitta Rún Birgisdóttir. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið er laust. Kannski bara áður en ég hleypi formanni bæjarráðs og starfandi bæjarstjóra hér að, en Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttir kannski minna bæjarfulltrúa á því að ástæðan fyrir skyndi bæjarstjórnarfundi, eins og forseti ræddi við ykkur öll á sínum tíma, var að bankinn sem við leituðum til krafðist samþykkis stjórnar, ekki bæjarráðs. Og þess vegna var þessi skyndi fundur ákveðinn í hag bankans. Svo það komið fram. Gjörðu svo vel, Halldóra Fríða. Já, virðulegi forseti. Það er svo sannarlega hægt að gera alla hluti mjög tortryggilega og skapa svona áhugaverða umræðu í kringum mál sem að voru öllum kunnug. En ég ætla að segja hér bara já, við gerum meðal annars ráð fyrir því auðvitað að útistandandi reikningar og þá sérstaklega reikningar sem ríkinu ber að greiða sveitarfélaginu skili sér. Því við erum eins og ég segi, allir bæjarfulltrúar, bæjarráð hefur verið upplýst það á hvaða ástæðum lántaka er meðal annars til umræðu hér í dag. Það eru mörg 100 milljónir sem standa út af. Við munum að sjálfsögðu einungis nýta það lána heimildir sem við þurfum, en við áætlum að sjálfsögðu líka að við munum fá þessa reikninga greidda. Og erum búin að leggja okkur líka bara mikið fram við það að tryggja að svo sé, og við fengum eftir fund inn í fjármálaráðuneyti þá fengum við 300 milljónir og það er bara út af hjúkrunarheimilinu. En
það alveg annað eins sem að stendur út af og líka bara út af hjúkrunarheimilinu og við erum bara að vinna því alla daga að þrýsta á það að við fáum þessa reikninga greidda. Þannig að þetta ekki einhver óskynsemi í framkvæmdum. Ég ætla bara algjörlega að vísa því til föðurhúsanna. Við höfum í gegnum allt þetta ferli fengið skýringar frá fjármálastjóra á þessari stöðu sem snýra þessum tímabundna og ég ætla að ítreka það hér, tímabundna lausafjárvanda, fjárútlát vegna hjúkrunarheimilis sem hér hefur verið nefnt oftar en einu sinni, 420 milljónir umfram greiðslur frá ráðuneyti. Þetta eru punktar bara sem við erum öll með frá fjármálastjóra. Reykjanesbær á inni kröfu frá félagsmálaráðuneyti vegna þjónustusamnings 170 milljónir. Framkvæmdakostnaður vegna íþróttamiðstöðvar Stapaskóla var mjög þungur á síðustu mánuðum ársins og umfram það sem við áttum von á, en hefðu við vilja stoppa það? Ég ekki að óska eftir svörum, virðulegi forseti. Framkvæmdir við Drekadal og leikskólan Drekadal og leikskólan Aspalaut sem við erum að setja hérna bara fullt við erum að leita orðinu power, alltaf sletta hérna. Við erum bara að setja alveg bara fullan kraft í það að opna 2 leikskóla hérna fyrir 240 börn. Við erum með ýmsa stóra reikninga sem fjármálastjóri gerði grein fyrir sem að komu til greiðslu hérna í upphafi árs. Sem að já, við höfum fengið alla skýringar á. Allar fjárfestingar sem við erum í, þær eru innan fjárfestingar áætlunar. Við erum ekki að fjárfesta umfram neitt sem að við ætluðum okkur að gera. Við settum 1750 milljónir á árinu 2025 í fjárfestingar og það vill þannig til að það búið að framkvæma fyrir 1450 milljónir á fyrstu mánuðum ársins. Bara, þetta eru allt upplýsingar sem við höfum hjá okkur, þannig að við erum bara með alveg kýrskýrt í samþykktum að þessum framkvæmdum lýkur þá á fyrri hluta ársins og við förum ekkert yfir þær heimildir sem hér eru veittar og samþykktar. Við vitum það líka að vegna nýsamþykktra kjarasamninga kennara þá bættist við hérna 600 milljóna gat sem að við þurfum af skynsemi núna að takast á við. Við erum líka búin að standa þétt við bakið á nágrönnum okkar hérna í Grindavík og það hefur líka komið til umfjöllunar að við höfum reiknað samanlög fjárhagsleg áhrif vegna stuðnings við Grindavík upp á 600 milljónir sem eru grunnskólaframlag, innviðir og aðsetur vegna aðseturskráninga. Þannig að það er ekkert þarna sem að segir okkur að við séum að fara hérna út fyrir einhverja heimildir eða framkvæma í einhverju óráðsíu. Þannig að við erum svo sannarlega saman að hugsa mótvægisaðgerðir og þá sérstaklega til að mæta ákveðnum auknum útgjöldum meðal annars vegna kjarasamningana. En þær mótvægisaðgerðir sem ríkið ætlaði að koma með sem tengjast þeim samningum, það vill bara þannig til að þær ná bara hreinlega ekkert yfir Reykjanesbæ. Og við erum bara öll sammála því að okkur finnst það bara ekki skynsamlegt og erum með þetta líka spyrna við fótum þar. Það er ekkert meiri hluti og minni hluti. Við erum bara öll þar. Þannig að við vitum að það hægir á fjárfestingum, við vitum að við hljótum á endanum að fá greitt frá ríkinu, það sem við erum útistandandi þar, sem yfir 0,5 milljarður. Við erum að velta hér við öllum steinum til að auka tekjur okkar og takmarka útgjöld og setjum bara fram skýra áætlun í sameiningu varðandi það og sýnum hér áframhaldandi ábyrga fjármálastjórn þó að hér sé einhver öðru haldi fram. Og aðalatriðið er að í stóru myndinni þá stendur sveitarfélagi fjárhagslega vel. Við erum að fara hér á eftir yfir ársreikningin 2024 og við sjáum að niðurstaðan þar er yfir milljarður, jákvæð niðurstaða upp á rúma milljarð á síðasta ári. Þannig að Reykjanesbær er vel rekið sveitarfélag. Við erum með mjög framhlaðin kostnað, við erum útistandandi skuldir og ég sé ekki annað en hér, við erum bara að hámarka virði eigna okkar með því að vera í þessum fjárfestingum hér allan bæ. Við erum að fjárfesta í fjölskyldum,
Við erum að fjárfesta í eldra fólki og ég hef aldrei séð eins mikla uppbyggingu hér á svæðinu, aldrei nokkuð tíma. Þannig að bara svo það sé ljóst hér og sagt alveg skýrt, þetta tímabundin staða hér á fyrri hluta ársins. Við verðum að vera skynsum og ábyrg og við gerum það sjálfsögðu. Og mér finnst bara vont að það sé vera að halda hér öðru fram, en þetta bara partur að því að vera í meiri hluta og minni hluta. Það aðhald og gagnrýni og annað og ég skil það bara mjög vel. En ég hef ekki upplifað annað en að vera ábyrg og skynsum að það sé akkurat það sem við erum að gera núna. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Já, mér langar aðeins að fá að svara hérna sitjandi bæjarstjóra Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur. En hún sagði hér rétt áðan að okkur hefur verið öllum kunnugt þessa lántöku. Það er alrangt, en það fekk minnihluti vitneskju báðar lántökurnar á sjálfum bæjarráðsfundunum þegar beiðnir lántökuna kom fram. Það kalla ég ekki gott upplýsingaflæði. Ég vil bara ítreka áhyggjur okkar í umbót að hvernig staðið hefur verið að fjárstýringu fyrir sveitarfélagsins og hvernig fjármála ákvarðanir hafa verið teknar. Það er óumflýjanlegt að ræða fjárflæði og samræmingu framkvæmda við raunverulegt fjármagn því hér er einfaldlega ekki verið að stýra útgjöldum með nægilegri yfirsýn. Það liggur fyrir að stóru framkvæmdirnar, svo sem Myllubakkaskóli, Holtaskóli og Drekavellir, voru fyrirfram þekktar og fjárfestingaráætlun unnin í kringum þær. Því á staðan í dag ekki að koma okkur á óvart. Það hefur verið hægt að stýra þessu betri með skýrri fjárflæði áætlun sem væri þá lifandi skjal sem tekið mið við hverja ákvörðunartöku. Í stað þess erum við að samþykkja skammtímalán og síðan langtímalán eftir á, nánast án fyrirvara með mjög takmörkuðum gögnum og án þess að kjörnir fulltrúar hafi haft aðganga upplýsingunum fyrirfram. Þannig vinnubrigði teljum við einfaldlega vera óásættanleg. Ef áætlanir sjóðstreymi voru til, eins og þar ættu að vera innan rekstarsviðs, þá hljótu við að spyrja, af hverju voru áætlanirnar ekki nota til að stýra fjármögnun tímanlega? Og af hverju eru verktakar nú sagðir bíða eftir greiðslu með kröfur sem eru jafnvel komnar á eindaga? Við eigum að fá fram dagsetningar og yfirlit yfir slíka skuldbindingar. Þetta snýst alls ekki að vera með tortryggni. Heldur erum við að byggja upp traust og gagnsæi. Það er ekki erfitt að forgangsraða framkvæmdum og taka ákvarðanir í takt við fjármagn. Það krefst vilja og samhæfingar milli deilda en einnig krefst það þess að upplýsingaflæði til bæjarfulltrúa sé tryggt. Ekki aðeins meirihlutans, heldur einnig minnihluta bæjarstjórnar. Við í umbót höfum sýnt það í verki og við viljum hafa ábyrg fjármál og þess vegna komum við þessa gagnrýni þegar við sjáum að staðan er að þróast í verri átt. Ég óska þetta verði bókað. Mér langar einnig að koma hér og svara hvað varðar fjárreiðunefndina. Sjá. Við biðst afsökunar, talvan mín er eitthvað hérna að stríða mig núna. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, þar sem að formaður bæjarstjórnar, Guðný Birna, sagði að þetta væri upplýsinganefnd. Ég er nú ekki alveg sammála vegna þess að þetta er fjárreiðunefnd. En það kemur mér svo sem ekkert á óvart að meirihluti leggi mikla áherslu á stofnun þessa nefndar, en við skulum bara hafa eitt á hreinu. Fjárhagsvandinn sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir verður ekki leystur með því að stofna nýja nefnd. Heldur með því að axla ábyrgð og endurskoða hvernig fjármálum hefur verið stýrt hingað til. Þessi nefnd er að mínu mati tilraun til að dreifa ábyrgðinni og draga minnihlutann inn í ákvarðanatökur sem hann hefur ekki átt aðkomu að fram til þessa. Meirihlutin hefur farið með fullt ákvörðunarvald í fjárhagsmálum. Hann samþykkti fjárhagsáætlunina, tók lánin og hefur mótað þá stefnu sem nú hefur leitt okkur í þessar aðstæður. Ef vilji til að auka yfirsýn og bæta vinnubrögð þá er það hægt innan ramma bæjarráðs og þá þarf einfaldlega að gera það með meiri upplýsingagjöf,
gagnsæi og virkri þátttöku alla bæjarfulltrúa. Það þarf ekki að setja á laggirnar enn eina nefndina til þess. Að lokum vil ég undirstrika fjárreiðunefnd sem kemur til eftir 2 stór lán hafa verið samþykkt. Án þess að minnihlutin hafi forsendur til að meta stöðuna fyrirfram vekur eðlilegar uppspurningar tilgang og tímasetningu. Þetta er leiðin til að byggja upp traust. Þetta er ekki leiðin til að byggja upp traust eða styrkja fjármál sveitarfélagsins. Ég óska að þetta verði bókað. Helga Jóhanna Oddsdóttir. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vildi bara leiðrétta því að hér kom fram í orðum bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur að ég hafi talað að lántakan að við höfum öll verið með allar upplýsingar varðandi lántökuna. Það sem ég sagði var ástæður lántökunar, að við erum öll meðvituð ástæðu þess að við erum að leita í fjármögnun. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég nokkuð ánægð með formann bæjarráðs. Formaður bæjarráðs kom hingað upp og fór eiginlega yfir það sem ég ætlaði að nefna. En það er sérstakt að við erum að nálgast samt málið á annan hátt og algjörlega á mismunandi hátt. Það er rétt, hárrétt hjá formanni bæjarráðs að ríkið er ekki að greiða strax. Ríkið dregur það að greiða til okkar. Er þetta ný frétt? Nei. Ár eftir ár hefur það gerst. Ekkert nýtt þarna. Þetta minnir kannski á að í nóvember þegar var ákveðið að taka lán, fyrst að fjármagna það með skammtíma lántöku, að það kom það mönnum á óvart, eða það var notað sem afsökun, að það væri ekki greitt fasteignagjöld eða fasteignaskattar í desember og janúar. Og það er sama þar, ár eftir ár hefur það ekkert verið. Hvað er planið, erum við að spyrja. Annað sem formaður bæjarráðs nefndi og gerði það mjög vel. Það var að framkvæmdir hafa gengið gríðarlega vel. Og hún nefndi 1,4 milljarðar hafa flætt út úr bæjarsjóði vegna þessara framkvæmda. Í heildina erum við að tala 1,750 milljónir í heildina í framkvæmdir á árinu. Og það von að við bókum ekki plan þar sem að samningur við verktaka varðandi fjárflæði. Það bara þannig að verktaki getur bara mætt á svæðið, unnið eins og honum þóknast og svo bara, ups, við eigum ekki pening fyrir því. Ég hef allavega ekki vitað til þess, eða hingað til það sem ég þekki til, hefur verið samningur við verktaka fjárflæði til verktakans. Vegna þess að í sjóðstreymisáætlun fyrirtækja, sveitarfélaga og fleiri þarf að gera ráð fyrir ákveðnu útflæði í takt við innflæði. Það þýðir stýring. Varðandi fjárreiðunefndina, það er góð tilraun. Þarna er verið að reyna að bregðast við. Eftir 11 ár að meirihluta, að þá er þetta ákveðið. Og það
vegna þess að í títtnefndum ársreikningi sem eru rætt á eftir, sem ég ætla ekki að nefna nafn vegna þess að hann í rauninni bara drög og búið að segja við okkur að hann eigi eftir að breytast. Þar kemur fram að handbært fé í lok árs, það þýðir peningar sem liggja á bankabók eru 113 milljónir. Ef við setjum það í samhengi, þá það rúmlega milljarður í laun og launatengd gjöld sem sveitarfélag að borga í hverjum einasta mánuði. Ef þið setjið þetta í samhengi, hversu mikil fjárþurrð í sjónum. Varðandi fjárreiðunefndina, að þá erum við að leggja til í bókun. Við erum ekki að segja að það sé bara algjörlega galið að setja þetta á dagskrá, að fara vel yfir fjármálið, að vinna það betur, miklu betur, heldur sjáum við ekki ef þetta eru algjörlega sömu aðilar nema að bæjarfulltrúa Bjarna hent út. Vilt þú víkja fundi, Bjarni minn? Þú ert ekki heima hérna núna. Allir aðrir sitja við borðið og bæjarstjóri líka, en fjármálastjóri myndi koma þá inn á fundi. Það sem við erum að segja í okkar bókun að á hverjum einasta bæjarráðsfundi vikulega sé farið yfir þessi mál á fundinum. Og af því að þetta ört, það á það ekki að taka langan tíma, mestalega hálftíma, kannski meira fyrst til að byrja með, en þá þetta bara reglulega á sömu tímum og það unnið með þetta. Þannig að ástæða til að skipa þessa nefnd. Við í rauninni greiðum atkvæði, héldum að þetta væri á dagskrá eins og talað var en við ræðum þetta það bara betur. Og ég alls ekkert að kasta því út af borðinu að mig ekki ræða þetta að vinna þetta betur. En við verðum að stjórna sjóðstreyminu betur, minni á að í hruninu það fóru fyrirtæki ekki á hausinn af því að ársreikningu þeirra var svona lélegur. Það gat jafnvel verið, það voru mörg fyrirtæki, ekki bara 1 og 2, mörg fyrirtæki sem fóru á hausinn með jákvæða niðurstöðu, með hagnað. Af hverju? Það voru ekki peningar í kassanum. Þetta eitt af rauðu flöggunum og við skulum ekki gera lítið úr því. Takk. Kæri bæjarfulltrúar, þetta athyglisverð umræða og mikið forseti fegin að fjárreiðunefnd sveitarfélagsins sem í mótum fær svona mikla athygli. Það gleðilegt. Bara til að ítreka það út af því að það pínu verið að láta eins og Reykjanesbær sé gjaldþrota og forseti vill alls ekki að það sé skilaboðin til íbúa sem hér að horfa. Staðreyndin sú að við erum og höfum verið eitt best rekna sveitarfélag á landinu. Við erum að fara hér eftir yfir drauga ársreikningi 2024 sem sýnir mjög góða rekstrarniðurstöðu. Förum yfir það síðar á eftir. Við höfum undanfarin 10 ár lagt okkur fram að safna peningum fyrir okkar framkvæmdum og höfum fjármagnað okkar eigið fé í áratug. Við vorum búin að gera ráð fyrir lántöku. Erum við að taka meira? Já, vissulega. En vorum við búin að gera ráð fyrir lántöku? Jú. Þetta tímabili sem við ætlum að gera það og það að raungerast þó að upphæðin sé hærri. Við líkt og önnur sveitarfélög á Íslandi höfum beðið eins lengi og við höfum geta gert það með fjármögnun vegna vaxtastig Íslands. Það kemur engum hér á óvart. Hér enginn að gera lítið úr lausafjárskorti. Við erum að benda ástæðuna fyrir því að staðan eins og hún akkúrat núna. Á árinu í fyrra 2024 vorum við með fjárfestingar fyrir 6 milljarða. Ástæðan fyrir því var einföld og einföld. Við erum að laga okkar byggingar margar hverjar. Við erum að byggja fleiri leikskóla fyrir fólkið okkar. Við erum að byggja hér hjúkrunarheimili. Við erum búin að fara yfir þetta allt áður. Við erum að draga úr fjárfestingum milli ára 4 milljarða í þessu efnahagsumhverfi sem við höfum verið í. Ef það ekki ábyrg fjármálastjórnin þá veit ég ekki hvað það Við settum okkur 1750 milljónir eins og eru títtræddar hér fyrir árið sem við erum ekki komin fram úr, þannig að óráðasía ekki komin til staðar. Við erum einfaldlega fljótar á ferð heldur en við gerðum ráð fyrir.
upplýsingaflæði og sjóðstreymisáætlun, yfirlit fjárhagsáætlun og fjárfestingar sem að minnihlutinn hefur komið hérna upp til að ræða sérstaklega og gagnrýna en samt að rýna til gagns en vill samt ekki fjárreiðunefnd sem einmitt ætlað að fara yfir þessar nákvæmlega hluti. Þannig að þetta sérstakt, kæru bæjarfulltrúar, en þetta ekki hér til samþykktar, þetta enda til umræðu, enda minnihlutanum ekkert kreist í þessa nefnd ef þau vilja ekki taka sæti í henni. Svo það sé sagt. En Bjarni Páll Tryggvason hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir. Ég kem hérna upp vegna fundagerðar bæjarráðs frá 3. og 10. apríl. Held ég við verið að tala svona hingað og þangað fjárreiður Reykjanesbæjar. Og lántöku hefur okkur verið tíðrætt hérna líka í dag. Mér langar aðeins að svona, það vantar ekki gífurinn, finnst mér svolítið í umræðuna á köflum hérna. Þau eru nú ekki alveg allsráðandi en þau eru töluvert til staðar. Ég hjó eftir til dæmis hlutum sem komu fram í máli bæjarfulltrúa umbótar, Margrétar Þórarinsdóttur, þar sem að það verið að tala kall eftir auknu gagnsæi, það verið að segja að staðan sé gríðarlega alvarleg, það verið að tala að fjárfestingar séu farnar fram úr öllu valdi, skortur á samráði og svo fram eftir götunum. Ég hef allavega sérstaklega í tengslu við fjárhagsáætlun að gera, þá held ég á síðustu 2 árum hafi bara aldrei nokkuð tíman verið eins mikið samræðum gerð fjárhagsáætlunar í mörg ár í Reykjanesbæ. Sem allir bæjarfulltrúar komu að þeirri vinnu eða var boðið að taka þátt í þeirri vinnu, alveg eins og þau vildu. Mér skilst að það hafi verið einhver nýr tónn hér og það liggja allar upplýsingar fyrir. Ég veit ekki með fjárfestingar fram úr öllu valdi. Ég átta mig ekki alveg á því hvaða fjárfestingar hafa ekki legið hérna fyrir að við ætlum að vera í. Og jú, það má alveg segja að hefði verið betra að áætlunin hefði verið algjörlega í takti við þann raunveruleika sem spilast síðan upp. Jú, að sjálfsögðu. En þetta ekkert óábyrgt að ætla sér að taka lán fyrir því sem verið að gera. Ég meina ef maður bara rýnir rétt í tölur, það eru að því að það tala svolítið eins og þetta sé eitthvað dauðadómur fyrir sveitarfélagi. Sveitarfélög í kringum okkur að taka á þessu ári Akureyri 2,5 milljarðar, Mosfellsbær 3,5, Kópavogur 4, Garðabær 5 og svo fram eftir götunum. Þannig að bara svo því sé haldið til haga, þetta ekki einhver hlutur sem á sig bara staði einhver tómarami. Og varandi það hvort að það sé gott að stöðva að framkvæmdir og annað, þá þetta líka gríðarlega aðkallandi verkefni sem eru að vinna í. Við erum með fullt af börnum sem eru ekki í sínum heima grunnskóla vegna þess að húsnæðið ekki tilbúið og ekki klárt. Og ég ekki alveg til í að kvitta út í það að segja, herðu, þetta bara verður eftir ekki fyrir desember hjá ykkur, ef við höfum tækifæri að klára þetta í upphafi skólans. Og mér finnst þetta líka áhugavert og ég held að sé rétt að halda því svolítið til haga eins og kom fram í máli forseta áðan að gegnum árin, núna á undanförnum árum, þá höfum við verið að safna peningum fyrir öllum þeim framkvæmdum sem við höfum farið í sveitarfélaginu. Og það einfaldlega vegna þess að annað var bara ekki hægt. Sveitarfélagið fékk hvergi lána fyrir greiðslur vegna fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Og þetta eru mjög bjartari tímar að geta staðið í þessum miklu innviða fjárfestingum sem fara allir inn á efnahagsreikning sveitarfélagsins og þetta eru eignir íbúa sem verið að fjárfesta í og ekkert annað en það. Þannig að það að mörgu að huga í þessu, allt fullkomið, nei, allt í ruglinu, nei, alls ekki. Og það kom nú líka fram áðan hvort að ég myndi brenna músum þó mér vikið úr einhverju samkomu þar sem við erum að ræða fjárreiður bæjarins. Nei, því til að svara. Ég myndi bara þykja gaman að því. Og ég held að við ættum aðeins að sýna smá yfirvegun þegar við taka þessa umræði og ræða þessi mál af ábyrgð. Og ég heilt yfir til að við séum að gera það. En við erum líka náttúrulega í pólitíkinni og við erum ekkert að spara heldur stóru orðin ef við sjáum tækifæri til þess að kasta þeim fram
En það fylgir þessu ábyrgð og við skulum ekki mála myndina svartari en hún í raun og veru hérna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Helga Jóhanna Oddsdóttir. Forseti biður hér afsökunar. Held þú hefur aftekið orðið á hann. Gjör svo vel. Allt í góðu, virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar. Aðeins til þess að koma hérna upp í kjölfar andsvara meirihlutan sem er ósköp eðlilegt, en ég má til með að taka það fram að eins og bæjarfulltrúi Bjarni Páll kemur svo skemmtilega inn á, allt í fokki, nei, eða allt í klúri, eða hvernig við orðum það, afsakið orðbragðið. Við erum einfaldlega að gagnrýna vinnubrögð og þetta er ekkert í fyrsta sinn. Og ef að það er ekki okkar hlutverk að koma hérna upp og benda á það sem við teljum að betur megi fara, án þess að við fáum á okkur, já, þið hefðuð alveg og þið gátuð og þið gætuð og á endanum það meirihluti bæjarstjórnar sem ber ábyrgð. Og ábyrgð fjármálastjórn snýstum að sjá fyrir með eins góðum fyrirvara og kostur meðal annars hvernig sjóðstreymi og reksturinn að þróast. Og það er einfaldlega þannig að sveitarfélög eru með hvað öruggustu tekjustofna sem getur í rekstri. Og það er ljóst að óvissan er mjög víða, mun meiri og erfiðari við að eiga þegar kemur að tekjustreymi. Og það er þess vegna sem maður veltir í fyrir sér að ekki skuli vera hægt að hafa betri yfirsýn yfir sjóðstreymið en það að þurfa að bregðast fyrir með klukkutíma fyrirvara rúmlega, svo rétt sem nú viðhaft, með aukafundi. Það er ekkert óeðlilegt þetta vekja upp spurningar. Og ég skil ósköp vel að formanni bæjarráðs og fulltrúa meirihlutans skuli þykja að sér vegið við harða gagnrýni, en það efast enginn heilindi og vilja kjörinna fulltrúa til góðra verka fyrir sveitarfélagi, sama hvar í flokki við sitjum. En það er þó engin þörf að hefja upptalningu á verkefnalista og hvað við erum að gera æðislega hluti. Þetta eru allt verkefni sem eru sjálfsögð og okkur ber skylda til að sinna. Það er fjárfestinga þörf. Við þurfum að byggja skóla. Nú annars getum við bara köttað í skipulagi og hætt að taka við fleiri íbúum segi ég. En öll þessi verkefni sem er aftur verið að telja upp og komu líka fram á fundinum 18. febrúar og komu líka fram í fjárhagsáætlunargerðinni og við vissum af þeim, við vissum það þegar við vorum að gera áætlunina að við þyrftum fjármagn í þessu verkefni. Nei, þar mér liggur að því ég heyri að bæjarfulltrúar meirihlutans að segja jú, en voru ekki akkurat að segja að þið vissuð ekki af þessu. Ég held að misskilningurinn liggi í því eins og ég skildi bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur að þá var það þessi brýna þörf á að afgreiða óskum lánaheimild og opna lánalínuna að það þurfti bara að halda neðafund, bara aukafund með klukkutíma fyrirvara til þess að græja þetta fyrir helgi. Það er það sem við vissum ekki. Við vitum öll hvaða verkefnum við verið að sinna hérna, svo það sé haft á hreinu. Allt annað er útúrsnúningur. Og gagnrýni okkar snýr eingöngu að því að fjárhagsáætlunargerðinni og stjórnuninni sem felst þá í því að hafa upplýsingatiltækar á réttum tíma og með nógu góðum fyrirvara til að bregðast við með eðlilegum hætti, þessu er ábótavant hjá okkur. Og fyrst að hér var minnst á þáttöku bæjarfulltrúa við gerð fjárhagsáætlunar, að þá hefur þáttaka bæjarfulltrúa snúist það að ræða forgangsröðun verkefna. Það er lagður fram rammi þar sem við erum að reyna að sníða okkur stakk eftir vexti og koma inn verkefnum eins langt og við náum að koma þeim fyrir þann ramma sem ljóst að við höfum úr að spila. Á endanum lítur svo dagsins ljós áætlun þar sem við sáum að það var búið að taka út verkefni sem við vissum að væru hafin og væri ljóst að kostnaður myndi falla til vegna, þess vegna höfnuðu við og samþykktum ekki fjárhagsáætlun. Þannig að jú, vissulega fáum við að taka þátt. En það þýðir það ekki að við ætlum að samþykkja það sem er ekki nógu vel gert. Og ég segi það nú aftur, áætlunin hefði einfaldlega mátt vinna betur og
og það ekkert eðlilegt að þessi verkefni sem að unnið að í Reykjanesbæ reki á fjörur þeirra sem bera ábyrgð á rekstri sveitarfélagsins hverju sinni. Þetta þekkjum við. Áratugi aftur í tíman. Og það einstaklega skemmtilegt að geta haldið því til haga hér að þegar sagt að við erum búin að fjármagna okkur með eigið fé í áratug, án lántaka og án lánatöku, eða lántöku, að þá eins gott að halda til haga 4 eða 5 milljörðunum sem fengust fyrir magnabréfin. Og ekkert Jesús, frú forseti. Hvers slags fjármálastjórnun þetta? Við erum að tala 4 til 5 milljarða króna sölu verðmæti eignar sveitarfélagsins sem að nýttist vel í fjármögnun og fjárfestingar. Meirihlutinn neitar að horfast í augu við það að þessi peningur fleytt okkur ansi langt þegar allar lánalínur voru lokaðar. Ég trú ekki, ég standi hérna með fólk sem að leggja til fjárreiðunefnd sem ætlar að hafa eftirlit með fjárreiðunum og auka upplýsingastreymi ef þau skilja ekki fjármál betur en þetta. Það ekki tóm sæla og sjálfbærni sem hefur ráðið ríkjum í Reykjanesbæ undanfarin 10 ár. Það ekki bara ráðdeild meirihlutans sem hefur ráðið ríkjum. Við búum í stærra hagkerfi heldur en það. Takk fyrir. Forseti minni bæjarfulltrúa á orðræðu sína í ræðustól. Margrét Þórhans, gjörðu svo vel. Fær hér leyfi til að koma upp í 3. skipti. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég vil byrja því að þakka þér, forseti bæjarstjórnar, að leyfa mér að koma upp í 3. skiptið, en það hefur nú tíðkast hér áður fyrr. En þetta í 1. skipti sem ég kem hér upp í 3. skiptið. Ég vil bara svo það sé hægt til hafa. En já, mér langar að svara Bjarna Páli Tryggvasyni bæjarfulltrúa. Hann sagði í máli mínu að ég hefði komið fram að fjárfestingar hefðu farið fram úr allu valdi. Það ekki rétt. Við bentum á að framkvæmdir hefðu farið fram úr fjárfestingar áætlun og að kostnaður vegna ýmissa liða, svo sem búnaðarkaupa, viðhalds og ljósleiðaravinnu, væri umfram áætlanir. Og ég líka ítreka það að umboð samþykti ekki fjárhagsáætlanagerðina. Ég vil benda honum á að ég talaði líka einmitt þessar stóru framkvæmdir. Ég talaði og nefndi þar með Myllubakkaskóla, Holtaskóla og Drekkavelli og þetta voru fyrirfram þekktar að við þyrftum að fara í þetta og fjárfestingar áætlunum var unnin í kringum hana. Þannig að þetta átti ekki að koma okkur á óvart. Því að staðan í dag eins og hún umboð telur að það hafi verið hægt að stýra þessu miklu betur með skýri fjárflæði áætlun sem eru lifandi skjöl og hefði tekið mið að þessar ákvarðanatöku. Og ég óska að þetta verið bókað. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég vil nú hafna því að ég tók það reyndar ekki til mín að ég væri ómálefnaleg. Ég held að ég hef nú reynt að vera með rök fyrir máli mínu og hef ekki verið með eitthvað gaspur. Ég tala aldrei óráðsíu, aldrei. Og þetta að geta hugar. Það enginn að tala eitthvað sukk eða svínari. Þó að það hafi verið tíðkast áður fyrr, þá hef ég aldrei lagt það í vana minn. Þannig að ég bara segi það hér og nú sem ég stend hér að þetta mjög málefnalega gagnrýni sem hefur verið sett hérna fram og ég ætlast til að það verið tekið þannig. Og það sérstakt og ég þá að gera athugasemd við hinn ágæta og góða forseta bæjarstjórnar að mér hugnast ekki að það hafi verið sett onni við bæjarfulltrúa Helgu Jóhönnu á sama tíma og verið var að flissa að því og kalla fram í og segja Jesús og eitthvað annað þegar hún var að tala. Það líka einhvað sem forseti á að nefna og það líka sérstakt og ég held að við þurfum allavega að ég var að skoða samþykktir bæjarins að ég vil bara nefna það til íhugunar
að það sérstakt að fundastjóri, það stendur bara hreinlega í samþykktunum að forseti bæjarstjórnar fundastjóri og á fundum þá fundastjóri í hvert einasta skiptið sem að minnihlutinn kemur fram og með málefnalega gagnrýni með okkar mati en stundum eru stór orð látið falla á báða bóga að forseti tjái sig alltaf og með andsvör að þá myndi ég halda að viðkomandi þarf í rauninni að taka fram að viðkomandi sé núna að ekki að tala sem fundastjóri heldur þá sem forseti. Því að þetta algjörlega nýtt þann tíma sem ég hef setið í bæjarstjórn að fundastjóri tali yfirleitt eftir að minnihluti hefur talað. En ég ger ekki alvarlega athugasemdir enda þekki ég góða fundastjórnina frá öðrum vettvangi og veit að það aðeins heitara í hamsíðu hérna heldur en þar. En varðandi fjárreiðunefndina sem að gert lítið úr okkar gagnrýni á þetta, að þá það að sjálfsögðu ekki þannig að ég ætla að hlaupa undan merkjum og neita að taka þátt í einhverju svona. Það eina sem ég að benda á að hlutverk bæjarráðs ákveðið eftirlitshlutverk í umboði bæjarstjórnar og til þess vegna að við gætum hugsanlega kannski eflaust bætt þessu við þannig að við getum rætt á fjármálin reglulega bara alltaf af því að við ekki sátt við þetta eins og þetta núna. Varðandi það sem bæjarfulltrúi Bjarni Páll nefndi áðan, varðandi fjárveitingar, lánveitingar ætla ég að segja. 2,5 milljarðir í samhengi hlutana ekki einhvað sem að setur bæjarfélag á hausinn. Og þeir sem að hlusta hér þurfa ekki að hafa áhyggjur að bærinn sé að fara á hausinn. Ekkert frekar en áður. Ekkert frekar en áður. Þetta öflugt sveitarfélag með mikið af eignum og mjög stöndugt og tekjurnar hafa verið að vaxa ár frá ári. Við núna að ræða fjárflæði og stýringu á verkefnum og fjárflæðið. Það eingöngu það. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Aðeins til að árétta það sem að forseti sagði hér áðan við orðræðu bæjarfulltrúa. Þá kom hér bæjarfulltrúi Helga Jóhann upp og bölva hér í ræðustól í byrjun sinna ræðu. Það það sem að forseti átti við. Forseti getur ekki sussað fólk hérna inni þó að vissulega passiði að haga ykkur vel þegar fólk hér í ræðustól. En það var ástæðan. Já. En bara til að árétta það, kæri bæjarfulltrúar, þá höfum við ákveðna orðræðu hér í ræðustól bæjarstjórnar. Varðandi athugasemdir bæjarfulltrúar Margrétar Sanders við fundastjórn forseta, þá hér starfandi forsetanefnd sem hægt að senda gagnrýni á forseta beint á til að taka sérstaklega fyrir. Þar sem að þetta í annað skipti sem að gagnrýni á fundastjórn forseta hefur komið hér fram í bæjarstjórn. En bara til að minna á það að forseti bæjarstjórnar hér fundastjóri fundarins vissulega en hér einnig bæjarfulltrúi og oddviti stjórnmálaflokks, þannig að vissulega eru hér orð höfð á milli umræðna. En orðið laust fundagerðir bæjarráðs, kæru bæjarfulltrúar. Meirihlutinn hér með bókun sem að forseti mun lesa hér upp sem að snýr af fjárreiðum sveitarfélagsins og hefst á lestur. Reykjanesbær hefur nú aftur leitað í langtíma fjármögnun á bæjarsjóði alls fyrir 2,5 milljarð í nýju langtímaláni og 1 milljarð í skammtíma fjármögnun. Ástæði þessar má aðalega rekja til mikils framkvæmda hraða í byrjun árs 2025 sem mun hægja á síðar á árinu. Fjárfestingaáætlun fyrir árið 2025 gerði ráð fyrir 1750 milljóna króna fjárfestinga yfir árið en framkvæmt var fyrir 1450 milljónir fyrstu 3 mánuði ársins. Reykjanesbær á útistandandi kröfur á íslenska ríki vegna samninga samræmda móttöku flóttafólks og vegna samnings uppbyggingu hjúkrunarheimilisins sem í byggingu. Þessar upphæðir hlaupa á hundruðum milljóna.
Sveitarfélagi mun þurfa að horfa í sparnaðartillögu til framtíðar vegna 580 milljóna króna gats sem myndast hefur í fjárhagsáætlun ársins vegna hækkunar á kjarasamningum kennara. Þessi launahækkun var ekki í neinum áætlunum og þarf því að finna umrætt fjármagn með öðrum leiðum. Alls eru 252 einstaklingar skráðir með aðsetur í Reykjanesbæ en greiða sitt útsvar annars staðar. Það gefur auga leið að það myndast tekjugat vegna þessa. Sveitarfélög hafa í raun aðeins 3 tekjustofna, fasteignaskatta, útsvar og tekjuframlag frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þegar horft til meðal útsvars árið 2024 eru þetta tekjur fyrir 179,2 milljónir sem sveitarfélagi verður af árlega. Reykjanesbær þessa dagana í umræðum ársreikning 2024. Drögin á reikningnum sýna að skatttekjur eru 1.088 milljónum yfir áætlun en rekstraniðurstaðan 964 milljónum betri en áætlun gerði ráð fyrir. Skuldahlutfall bæjarsjóðs 121,98% og skuldaviðmið 97,75% fyrir árið 2024 sem undir 150% hámarks viðmiðunum. Þetta ástand hjá okkur tímabundið. Reykjanesbær að draga á framkvæmda hraða enda mörg stóru verkefni nýlega búin eða eru mjög langt komin. Unnið að úrlausn varðandi útsvarstekjur og ýmis atriði í samráði við Íslenska ríkið. Reykjanesbær mun standa kröftuga vakt í fjármálum sveitarfélagsins nú eins og undanfarin 11 ár og gert ráð fyrir lántöku á þessu tímabili þó að vísu, gert var ráð, fyrir lántöku á þessu tímabili þó að vísu ekki fyrir eins háa upphæð en eðlilegt að horfa til lántöku eftir að við höfum fjármagna framkvæmdir fyrir milljarða undanfarin ár fyrir eigið fé sem við höfum safnað áður. Og undir þetta rita fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbær. Orðið laust, fundargerð bæjarráðs. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina frá 3. og 10. apríl vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá tökum við fyrir annað mál á dagskrá fundarins og það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. apríl. Og við erum líkt og endranær með nokkuð mál sem samþykkja þarf sérstaklega og hefur forseti yfirferð á þeim málum. En fyrsta máli mál númer 4, tæknivellir deiliskipulag. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þessi samþykkt geta mál númer 4 vinsamlegast gefið merki. Og hér eru allar hendur á lofti. Nú mál númer 5, Iðavellir 14B og Vatnsholt 2, breyting á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag. Kæru bæjarfulltrúar, og þetta mál í 2 liðum. Annars vegar verið að leggja til að þið samþykkið í takt við ákvörðun umhverfis- og skipulagsráðs að heimila auglýsingu á óverulegri breytingu á aðalskipulagi. Það hlutin hér til sérstakra samþykktar. Hins vegar eru arkitektar að óska eftir heimild til að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir reitin Iðavellir 14B og Vatnsholt 2. Sú tillaga opin hér til umræðu þegar við tökum fundargerðina í heild sinni. Það deiliskipulag kemur inn síðar til samþykktar. Hér ber forseti því upp til samþykkta breytingu á aðalskipulagi, þar að segja svæði verslunar- og þjónustusvæðis VAF 12 verði breytt í miðsvæði og byggingamagn aukið. Á reitin komi heimild fyrir 60 íbúðum og byggingamagn mun aukast úr 2500 fermetra í 7650 fermetra. En þetta mál hér til umræðu opið. Þeir sem samþykkt geta fundarliðin vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú mál númer 6, aðaltorg M12 breyting á aðalskipulagi. Í þessu máli, kæru bæjarfulltrúar, umhverfis- og skipulagsráð búið að samþykkja að senda erindi til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. En tillagan felur í sér að stækka landnotkunarreitin miðsvæði 12 til norðurs og austurs 4,25 hektara ásamt því að auka byggingamagn í 100.000 fermetra. Inn í því heimild fyrir 450 íbúðir, þar af 138 þjónustu- og öryggisíbúðir fyrir eldri borgara. Þetta mál hér opið til umræðu. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þessi samþykkt geta máli vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú mál númer 7 næst, Fitjabraut 1B, óskum lóðastækkun. Þeir sem samþykkt geta mál númer 7 vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú mál númer 8, Keilisbraut 747 hér opin til umræðu.
Þeir sem samþykkt geta mál númer 8 vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú við höldum áfram, kæri bæjarfulltrúar, mál númer 11 umsókn nýtingarleyfi jarðsjávar í Eldisgarði. Þeir sem samþykkt geta fundarleyfi vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Mál númer 12, Berghólabraut 3, framlengingu afnotaleyfi á lóð. Þeir sem samþykkt geta mál númer 12 vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú síðasta sérstaka máli, kæru bæjarfulltrúar, mál númer 13, aðalskipulag Dalshverfi. Æsi spennandi mál, opið til umræðu. Þeir sem samþykkt geta máli vinsamlegast gefið merki. Og hér það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðast til þess að samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefið merki. Og það hér samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Kærar þakkir. Þá erum við hér komin að 3. mál fundargerðina, kæru bæjarfulltrúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 8. apríl og hér hefur Valgerður Björk Pálsdóttir rétt upp hendi. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Ég ætla bara svona lauslega að renna yfir fundargerð síðasta fundar hjá okkur í IT-ráði. Fyrsta mál á dagskrá var sem sagt kynning á íþróttamannvirkjum og sundlaugum í Reykjanesbæ sem var svolítið skemmtilegt. Maður er svona ekki ennþá farin að gera sér í hugalund hvernig verður þegar að vera með 2 sundlaugar opnar almenningi í sveitafélaginu. En það var einmitt eitt af því sem farið var yfir, en sundlaugin við Stapaskóla mun opna vonandi í maí. Það er allavega planið og það er sem sagt gert ráð fyrir að sumaropnun verði frá 1 til hálf 10 á virkum dögum og helgar frá 9 til 18 og svo verður skoðað með haustinu hvort það verði jafnvel eitthvað lengri opnun, en sundlaugin er annars opin almenningi frá klukkan 15 þegar kennsla fer fram á morgnana. Það kom einnig fram í máli Hafsteins Ingibergssonar forstöðumanns íþróttamannvirkja að verið væri að áætla skiptingu á parkett í íþróttahúsi Heiðarskóla. Og svo kom fram svona, frekar mikil viðhaldsþörf á íþróttamannvirkjunum, en það er allavega komið í betri farveg eftir að við stofnum eignasjóð og þar er komin sérstakur starfsmaður sem að sér núna algjörlega íþróttamannvirkin. Við fórum yfir viðhaldsskýrslu vallarstjóra hjá knattspyrnudeildum bæði í Njarðvíkur og Keflavíkur. Síðan kom Sverrir Auðunsson, framkvæmdastjóri Golfklúbbs Suðurnesja á fundinn og fylgdi eftir erindum betri samning GS við Reykjanesbæ. Þar fór hann yfir rekstur GS og kom með bara mjög góða kynningu og ánægilegt að sjá að þar er unnið eftir svona 5 ára plani þar sem að áætlaðar eru ýmsar framkvæmdir upp í golfskóla í Leiru. Því miður getur íþrótta- og tómstundaráð ekki orðið við beiðni rekstrarstyrk akkurat núna. Við höfum svona gert ýmislegt, veittum við þetta afmælisstyrk í fyrra. Það var bæjarráð sem gerði það og núna munum við skoða þetta bara betur í fjárhagsáætlanagerðinni fyrir 2026. Hvort það sé hægt að verða við beiðni betri samning við Reykjanesbæ. Síðan kom erindi frá knattspyrnudeild Keflavíkur vegna búningsklefa. Aftur við þurftum að bóka svipað og við beiðni GS, en þar var verið að óska eftir betri aðstöðu fyrir meistaraflokk kvenna í knattspyrnudeild Keflavíkur. Að lokum var enn ein beiðnin stuðning við bætt aðstöðu. Það var Vélhjóla íþróttafélag Reykjanes, en við áttum fund með þeim nýlega þar sem farið var yfir þeirra mál og tóku við vel í
beiðnina en enn einu sinni það sem að IT-ráð ekki að fjármagna svona erindi á miðju ári að þá eru sér vísa til fjárhagsáætlunar 2026 en vert að geta að IT-ráð planar vinnufund á næstu mánuðum, eflaust í júní þar sem að IT-ráð mun koma með ákveðna forgangsröðun í framkvæmdum og rekstri í íþróttamálum og tómstundamálum fyrir næstu fjárhagsáætlun gerð. Takk. Kæra þakki fyrir þessa fínu yfirferð. Orðið laust fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 8. apríl. Hér hafa ekki fleiri gefið sér hljóð. Eitthvað í þá líkingu, afsaki kæri bæjarfulltrúar, það kalt inninni. Þeir sem samþykkt geta fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs vinsamlegast gefið merki og hér fara allar hendur loft. Kærar þakki fyrir það. Nú, þá tökum við fyrir 4. mál á dagskrá fundarins, fundagerð lýðheilsuráðs frá 9. apríl og svo fundagerð opin hér til umræðu. Kannski bara rétt að minnast á, vill forseti koma inn á lið nr. 2, viðburður lýðheilsuráðs í tengslu við Mottumas. Þetta mikilvægt að við sýnum lit og tökum þátt í svona verðugum viðburðum og vill forseti þakka lýðheilsuráði fyrir það. En þarna var lýðheilsuráði í samstarfi við 3N þríþrautafélag, Krabbameinsfélag Suðurnesja og Vatnaveröld voru að vekja athygli á tengingunum milli lífstíls og krabbameins. Þetta ómetanlegt og hvetur forseti allir til að fylgjast vel með eigin heilsu. Þannig að þetta mikilvægt átak þar. En orðið laust. Hér hafa ekki fleiri hvað sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fundagerð lýðheilsuráðs frá 9. apríl vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, þá eru komin að 5. máli á dagskrá fundarins, fundagerð velferðarráðs frá 10. apríl síðastliðnum. En kæru bæjarfulltrúar, áður en að forseti gefur hér orðið laust rétt að minnast á það að í málum nr. 2 og nr. 4 rætt húsnæði, annars vegar í Keili og hins vegar í Hlévangi. Og við og höfum fengið allavega í bæjaráði upplýsingar gæðaskjal svo kallað frá CCQ-kerfin okkar. Það sem fyrir verkferli í svona málum sem feli í sér að þarfagreiningur unnin fyrst af viðkomandi sviðsstjóra ásamt öðrum líkt og starfsfólki umhverfis- og framkvæmdasviðs eða frá stjórn Eignasjóðs. Þar eru málin unnin fyrst, svo leitin í fagræðin og þaðan til bæjaráðs og svo til bæjarstjórnar. Það sem málin eru ekki alveg tilbúin, leggur forseti til að máli 2 og 4 verði vísa aftur til sviðsstjóra velferðarsviðs sem vinna að þarfagreiningu verkefnanna áfram og málin fara svo í sinn eðlilega línulega farveg í samræmi við gæðakerfi Reykjanesbæjar. En orðið laust fundagerðina. Margrét Þórhallsdóttir. Virðulegi forseti og aðra viðstaddir, þrátt fyrir að ég ætla að koma hér undir lið 2 skjólið húsnæðismál og það í ljósi þess að ég með tillögu. Þannig að það ágætt að málinu sé vísað aftur inn í bæjaráð eða velferðaráð og farið þar ákveðin gæðastjórnum fram. En mér langar bara að vekja athygli á brýnum húsnæðisvanda skjólsins, mikilvægi frístundar og skólaúrræðis fyrir börn og ungmenni með sértækar stuðningsþarfir frá 5. bekk og upp í framhaldsskóla. Á undanförnum árum hefur bæði fjöldi barna í skjólinu aukist og stuðningsþarfir orðnir flóknari. Skjólið með aðstöðu í 88 húsinu en sú aðstæða hefur dregist verulega saman þar sem önnur starfsemi innan hússins hefur smá saman tekið yfir þau rými sem áður stóðu úrræðinu til boða. Núverandi aðstæður eru óásættanlegar og ógna bæði faglegu starfi og velferð barnanna að mínu mati. Að ræða lögbundna þjónustu samkvæmt lögum nr. 38 frá 2018 þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og lögum nr. 40 frá 1991 félagsþjónustu sveitarfélaga. Sveitarfélaginu ber lagaleg og siðferðisleg skylda til að tryggja viðeigandi aðbúnað og öryggi og faglega þjónustu fyrir börn í þessum hópi.
Umboð fagnar því að velferðarráð hafi lagt fram beiðni starfsemi skjólsins verði farið í húsnæði að Grænubraut 910 þar sem leikskólinn Drekadalur hefur verið starfsræktur þegar hann flytur í nýtt húsnæði. Ef sú tillaga verður samþykkt væri það mikilvægt skref í átt að bættri aðstöðu þó einungis tímabundin lausn. Við í umboð leggjum ríka áherslu á að samhliða þessari mögulegu tilfærslu verði þegar hafist handa við að finna framtíðarlausn fyrir skjólið. Í því samhengi vil ég sérstaklega benda á eign sveitarfélagsins að Breiðbraut 645 sem 290 fermetra húsnæði með hjólastóla aðgengi að hluta endurnýjað og nú þegar laust. Ég tel mikilvægt að húsnæði verði skoðað alvarlega sem mögulega varanlega aðstöðu fyrir skjólið. Ég skora á meirihlutann Samfylkinguna Framsókn og beina leið að bregðast við að ábyrgð, ekki aðeins með tímabundnum úrræðum, heldur með langtíma hugsun og samstöðu. Börnin sem nýta sér skólið eiga rétt á stöðuleika, góðum aðbúnaði og faglegum stuðningi og samfélagið ber þá skyldu að standa vörð þann rétt. Ég óska þetta verði bókað. Takk. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil fagna því að þessi tvö mál sé vísað í þá réttu ferla sem það á að fara í og ég velti líka fyrir mér og ég þarf að skoða þá ferla betur af því að þetta er risamál og þess vegna fannst mér ástæða til að koma þetta upp þannig að við munum það að eitt er að skoða með húsnæðið, annað er reksturinn á því, þriðja er aðgengi, bara það kannski fer undir þegar húsnæðið sjálft verður skoðað og taka inn í hvað fáum við fyrir hlévang, hvernig getum við komið í eitthvað pening og ég verð að hrósa ykkur á velferðarsviði og fulltrúi okkar fór yfir það með okkur og formaðurinn er nú hér að skoða með þeim augum hvernig náum við líka hagstæðasta rekstrinum. Þetta er brjálæðislega, ég var að hugsa hvort það væri blót, þetta er mjög þungur rekstur og mikill rekstur og eykst kostnaður við þetta. Þannig að ef það er hægt að samnýta, tala nú ekki eins og næturvaktir og fleira, að á einhvern hátt, einhvers staðar, hvort að við þurfum ekki að skoða þetta í stærra samhengi. Þannig að ég vil bara þakka ykkur fyrir að fresta þessu þannig að við getum tekið aðeins dýpri nálgun á málið í heild sinni. Takk. Sigurrós Antonsdóttir. Já, frú forseti, bæjarfulltrúar og gestir, gesturinn sem var hérna, en já. Já, ég ætla að koma einmitt á aðeins að fara yfir fundagerðina velferðarráðs sem var hérna 10. apríl síðastliðinn. Og svona, já, rétt áður en ég fer að þessum málum sem hafa verið rædd hér, þá langar mér líka bara að minnast þess svona í leyfi forseta að fyrir fundinn þá svaraði starfsfólk velferðarsviðs og við í ráðinu ákalli barnaheilla og gáum börnum samfélagsins loforð um að huga velferð þeirra og ætlum við að leggja okkar að mörkum til þess að útrýma kynferðisofbeldi gegn börnum á Íslandi. Og gerði með því að lakka neglur, litla fingur og krækja á saman og tókum svo mynd. En þetta var einmitt líka tákgrænt því að fundurinn fjallaði meira og minna börnin okkar í samfélaginu. Og þá vil ég minna fólk á að barnaheill stendur fyrir vitundavakningunni #ég lofa sem ákall til fullorðinna í samfélaginu að hlusta á börnin. En svo ætla ég aðeins að bara fara yfir hérna fundagerðina og ég kem inn á það sem þau komu hérna
bæjarfulltrúi Margrét Sandnes og Margrét Þórarins aðeins og eftir. En mál nummer 1, það samþætting þjónustu í þágu farsælda barna. Þarna kom Eydís Rós, verkefnastjóri, á fundin og kynnti svona stöðu innleiðingarinnar laga samþættunguna, fyrirgefið. En þarna þakkaði mitt velferðarráð fyrir góða kynningu á svo mikilvægu málefni. En já, dropinn hólar steininn eins og sagt er, og hefur þetta verkefni verið síðan í janúar 2022. Og það hefur verið svona hægara sagt en gert að koma þessu í gang í skólum sveitafélagsins. En nú horfir víst til betri vegar og eru nokkri skólar komnir með tengiliði innan síns skóla og mér skilst til að innleiða farsældina. En þarna einmitt úr bókun velferðarráðs þá leggjum við áherslu á mikilvægi þess að allir hagaðilar taki virkan þátt í verkefninu og vinni saman á því að tryggja farsæld barna í Reykjanesbæ. Þá kom einmitt upp líka umræða hvort hægt var að mæla árangurinn þegar fram í sækir og hvatt ráðið til þessa reglulega mælingar þannig að hægt sé að fylgjast með þróuninni og bera það einmitt saman á milli ára. Síðan að varðandi skjólið. Já, eins og forseti kom inn á áðan, þá ætlum við að vísa þessu aftur til sviðsstjóra velferðarsviðs. Því auðvitað þurfum við náttúrulega þess að kanna betur kostnaður og þess áttar. En ég alveg sammála bæjarfulltrúa Margréti Þórarins og við held að við séum flest sammála hér inni að við þurfum varanlegt húsnæði. En núna þurfum við bara húsnæði, bara helst í gær, við höfum þurft það í fyrra og þar áður. Þannig að við þurfum að koma allana þeim inn í gott húsnæði fyrir, já, hvað má segja, allana fyrir haustið. Og einmitt þarna taldi einmitt velferðarráð var mjög mikilvægt að skjóli fái viðeigandi aðstöðu sem hentar starfseminni. Og einmitt, ég var búin að rita það hjá mér að ég vil einmitt minna það að þetta lögbundin þjónusta og okkur ber skylda að svara henni og sinna henni. Síðan mál 3, því á sumrin þá breytist skjólið í ævintýrasmiðjur og þarna kom Lára Hanna og Vilborg inn og voru að kynna allana starfsemi ævintýrasmiðjunnar í sumar og hún verður starfrækt í 6 vikur frá 13. júní til 31. júlí og þær komi einni inn á opnunartíma sem verður frá 8 til 16 mánudag og 50 og svo til hádegis og föstudögum. Og þetta var til hádegis og föstudögum til að svara styttingu vinnuvikunar. En vonandi, já, þetta verður áhugavert. Og svo það númer 4, Faxabraut 13. Og eins og ég sagði áðan, það einmitt kom fram áðan að forseti einmitt við bara vísum þessu bara til sviðsstjóra velferðarsviðs og við þurfum alveg að kanna þetta. Og umræðan á fundinum líka snerist akkurat eins og Margrét Sandnes, bæjarfulltrúi Margrét Sandnes kom inn á, að við þurfum náttúrulega líka að finna leiðir til að fá eitthvað inn í reksturinn og eins og þarna kemur líka fram vistheimili barna, við þurfum svoleiðis úrræði hér í Reykjanesbæ og bara á þessu svæði og þarna kemur líka bara hugmynd hvort að við ættum að vera í einhverju samstarfi við bæjarfélögin eða sveitafélögin í nágrenninu til að geta allan að fengið eitthvað inn í kassan og jafnvel líka eins og bara með Heiðarholt sem vistheimili sem út í garði að við þurfum náttúrulega líka að það myndi fara allur þessi öll þessi starfsemi sem þarna myndi fara inn í þetta hús og þetta náttúrulega frábært ef við getum fengið svona fallegt fjölskylduhús svona í framtíðinni til framtíðar og við teljum þetta vera mjög raunhæfur og góður kostur og hendi vel undir fyrirhugaða starfsemi.
Svo það mál númer 5, dagdvalir aldraða. Margrét Arnbjörg, teymisstjóri öldrunar og stuðningsþjónustu og Kristín Hreinsdóttir, deildarstjóri dagdvala, mættu á fundinn og kynntu tillögu hönnun dagdvalar á jarðhæð þjónustumiðstöðinni á Nesvöllum. Farið var yfir kosti og galla. Já, þarna akkurat, við erum búin að vera að tala börnin og þarna erum við að tala þegar við komum á efri árin, þannig að þetta svona bara öll lífsleiðin okkar. En þarna eru einmitt kostirnir eru bara nokkuð góðir. Við fáum útisvæði sem svona lokað. Þarna hægt að sameina dagdvalinnar sem í Selinu annars vegar og svo á Nesvöllum hins vegar. Og með þessu góða máli þá myndum við allan að vera nálægin við deildarstjóra, vera alla daga, samheildi starfsfólk. Það hefur örugglega samt alveg verið samheildin nú þegar en það svona öðruvísi þegar þau fara að svona sameina þessar tvær deildir. Þá kannski verður meiri hægt að vinna með, verður meiri nálægð á milli starfsfólks og það hægt að nýta á báðum stöðum. Fjárhagur verður betur nýttur, auki aðgengi að félags- og tómstundastarfi og líka fjölbreytt val í félagslegu starfi. Þannig að ég held þetta líka myndi bara vera vinningur fyrir flestra. En kannski stærsti galli sem ég sá í þessu að þarna var dregin upp mynd sem bara til kannski 15 ára, max. Þannig að, eða fyrir ekki að ég sé að, já, max. En þetta samt svona þarft verkefni, þannig að við þurfum að sjá fyrir allana eitthvað í framtíðinu. Og með sameiningu dagdvalarnar og starfseminni í Selinu þá þurfum við að líka fara í breytingar á húsnæði, bæta við 50 fermetra. Kostnaðurinn við þetta einmitt undir fundagerðinni og ég hvet ykkur til að kíkja á hana, en þá ekki þar með talið ef selið félagsheimilið á Vallabrautinni verður selt. Þannig að það vantar náttúrulega inn í að við getum líka aukið, já, þannig að við getum aukið tekjurnar þar. En ég ætla ekki að fara að ráða því hér núna. En svo einmitt í máli 6 þá það erindisbréf fyrir samráðshóp málefni fatlaðra og við bara samþykktu það erindisbréf. Svo það fundagerð samtakahópsins, hún var lögð fram, fundagerð öldungaráðs Reykjanesbæjar var lögð fram. Svo finnst mér líka bara alltaf jafn gaman að tala að 9. mál, fjárhagsaðstoðin. Það var í mars á þessu ári fengu 134 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð. Sama mánuði í fyrra voru 271 einstaklingur. Þannig að það alltaf gleðilegt að sjá það. En fleira var það ekki. Takk. Kærar þakkir fyrir þessa yfirferð. Bjarni Páll Tryggvason hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti kemur upp vegna fundagerðar velferðarráðs frá 10. apríl síðastliðnum og ég var nú þess heiðurs ánægður að fá að sitja þennan fund og vissi náttúrulega ekki hvaðan á mig stóð veðrið þegar mér var vinsamlegt vísa þarna eitthvað fram á gang og svo eftir við lakkaði á þeim neglurnar. En það kom nú vel fram í máli bæjarfulltrúa Sigurrósar að það var vegna átaksins Ég lofa sem að ég vil bara taka undir og hvetja fólk til þess að taka þátt í þessu ákalli. Það nú búið að fara vel yfir fundagerðinu og það sem framfór á fundinum. Það kannski helst þarna fjórðamáli eða svona bara aðstöðumálinu almennt sem að ég vildi bara rétt aðeins koma þarna inn á því að það búið að koma fram líka bara nú þegar í málflutningi annarra bæjarfulltrúa að það þarf að skoða þessi mál virkilega vel. Það eru mjög metnaðarfullar áætlanir hjá þeim sem koma að þessum málaflokkum og þörfin sannarlega til staðar og talsvert mikla væntingar til þess hvernig þessi mál verða afgreidd svo núna til framtíðar. Og það sem lagt til grundvallar í ýmsu í rekstri til dæmis eins og samrekstur fjölskylduhús og þess áttar hlutir sem að búið að gera kannski svona, ákveðna greiningar á en þetta samrekstur með öðrum sveitarfélögum
og við erum með ýmsa reynslu í þeim málefnum og það margt sem þarf að huga þarna áður en við leggjum af stað í svona vegferð. Og það var rætt mjög skýrt þarna á þessum fundi og mér fannst vera bara mikil meðvitund það hjá öllum sem voru þarna á fundunum og tóku þátt í umræðunum, mikilvægi þess að það þarf að horfa á málin heildstætt og vera með góða rekstraráætlanir til framtíðar til þess að átta sig á því hvernig myndin í heildmenni lít út. Takk. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti, aðrir viðstaddir, já, mér langar aðeins að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Sigurðar Antorsdóttur. Ég algjörlega sammála henni hvað varðar skjólið, en það kannski kom ekki nógu skýrt fram, ég veit það ekki, en ég ræddi það í mínu máli að þetta mjög mikilvægt verkefni og við þurfum að finna framtíðarlausn fyrir skjólið og eins og kom fram hjá okkur báðum þá þetta lögbundin þjónusta sem okkur ber að sinna. En ég tel að það sem við erum að fara í ferli með Hlévang, þá bara spurningum að bæta við Breiðbraut 645 og sjá hvernig það húsnæði hentar og hvort það henti skjólinu. Þar gæti ég sé fyrir mér ef að húsnæði hentar, þá erum við komið framtíðarlausn. Það sem að Drekadalur að fara út, við vitum ekki alveg nákvæmlega dagsetningu hvenær það verður, en vonandi sem allra fyrst. Að þá það ekki talað að það sé endarleg lausn að skjóli verði þar sem að Drekadalur Þannig að mér finnst bara mjög mikilvægt að við skoðum Breiðbraut og sérstaklega í ljósi þess að við eigum þetta húsnæði í dag. Það hjólastóla aðgengi þarna og það mjög mikið endurnýjað, þannig að ég legg til að þetta verður tekið inn í þessa áætlun hvað varðar Hlévang. Takk fyrir. Sigurrós Antonsdóttir. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég samt ekki alveg að átta mig á því á hvaða húsið þú ert að tala Margrét Þórarins, bæjarfulltrúar Margrét Þórarins. Ert að tala kennarbústaðina hana við. Ég ekki alveg klárað með hjólastóla aðgengi á því svæði, en það allt í lagi að þú ert með þinn fulltrúa þarna inni í velferðarráði, þannig að hún getur komið með þessar ábendingar og það alveg hægt að skoða það því við höfum eftir að fara aftur yfir þetta náttúrulega bara í velferðarráði. Þannig að, já, bara góð ábending, en við skulum bara endilega láta fulltrúan líka bara koma með inn ábendingar. Ok, takk. Þú ert að leggja fram formlega tillögu að bæta þessu valmöguleika við málið. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti, mér finnst alveg fullkomlega eðlilegt að taka þetta til umfjöllunar af því að við erum í eignasjónum auðvitað líka að skoða þetta, en þetta fer í gegnum þetta formlega ferli og þá alveg getum tekið þetta til greina. Ég fór inn á fasteignavefina því að þetta húsnæði til sölu. Ég ekki viss að sé lyfta upp aðra hæð. Nei, það nefnilega ekki hjólastóla aðgengi, þannig að, en mér finnst, já, inn í húsi, en ekki, já, en þú veist það, já, við þurfum að skoða þetta, en bara við getum sett þetta líka á inn á fund eignasjóðs sem einmitt, af því að þetta í ferlinum, í gæðahandbókinni viðhaldsframkvæmdir og nýtingu á húsnæði sem við eigum inn í þeirri verklagsreglu, að þá förum við yfir þetta í þarfagreiningu. Þannig að ég búin að skrá þetta hjá mér og við getum tekið þetta bara líka þar til skoðunar. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúa Margrét Þórarins. Þú ert sátt við þá afgreiðslu. Sigurrós Antonsdóttir fær heimild til að koma hér upp í þriðja sinn. Gjörðu svo vel. Já, takk, forseti. Bara svo það sé kannski sagt hér að
mál 2 og 4, þau náttúrulega tengjast Faxabraut 13 sem hlévangur. Ef við myndum fá það til dæmis í framtíðinni, þá erum við eiginlega búin að leysa líka húsnæði skjólsins. Af því að það svona heildarmyndin í öllu. Þar okkar sýn allana í velferðarráði að það verði svona framtíðar húsnæði sem náttúrulega bara vonandi sem verður að veruleika til framtíðar. Þannig bara svo það sé sagt, þetta ekki sikkvort húsið eða sikkvor aðstæðan. Þetta náttúrulega bara, ef að við myndum setja í forgang með Faxabraut 13, þá væri náttúrulega líka skjólið þar inni. Takk. Takk fyrir að koma þess á framfæri, bæjarfulltrúi Sigurrós. Það mikilvægt að vita þetta að hlévangur ansi stórt húsnæði, þannig að það býður upp á möguleika fyrir okkur. Nú, kannski bara rétt til að koma inn á mál númer 8 vill forseti þakka öldungaráði Reykjanesbæjar og henni Margréti Arnbjörgu Valsdóttur, teymistjóra öldrunar og stuðningsþjónustu, en forseti og Anna Karen Sigurjónsdóttir, verkefnastjóri sálbarnamála, fengu að kíkja inn á fund öldungaráðs til að ræða kosningaskýrslu bætta kosningaþátttöku. Þannig að þetta var gott spjall og við munum svo halda áfram og fara í ungmennaráð næst. Við teljum okkur vera búin að ræða við hvað var orðið, miðaldraráðið og þá eigum við ungmennaráð eftir. Þannig að bara kæra þakki fyrir að hleypa okkur inn á fund, kæra öldungaráð og fyrir góðar umræður. Nú, forseti vill þá bera hér upp að vísa lið númer 2 og 4 aftur til sviðstjórnandi frekari þarfagreiningar. Ef að forseti fær hendur á loft, og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum til að Margréta Þórarinsdóttir fór hér í annað ferli sem að sátt ríkir Satt. Þannig að þá ber forseti hér fundargerð velferðarráðs upp til samþykktar frá 10. apríl síðastliðnum og hér fara allar hendur í loft. Kæra þakkir, kæru bæjarfulltrúar. Þá erum við komin að 6. máli á dagskrá fundarins, fundargerð atvinnu og hafnaráðs frá 10. apríl síðastliðnum og hér við biðjum orðið Hjörtu Magnús Guðbjörnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég komin upp til að fara yfir fund atvinnu og hafnaráðs frá 10. apríl síðastliðnum, en fyrsta mál á dagskrá fundarins og jafnframt stærsta mál á dagskrá var ársreikningur Reykjaneshafnar árið 2024. Frú forseti, þessi ársreikningur sérstaklega mikið gleðiefni í ljósi sögu rekstrar Reykjaneshafnar. Það ekki oft síðustu 15 árin sem það hefur verið gaman að fara yfir ársreikning Reykjaneshafnar, en það var svo sannarlega núna. Hagnaður Reykjaneshafnar á árinu 2024 nam 83,7 milljónum króna og samkvæmt efnahagsreikningi eru eignir hafnarinnar 2,5 milljarður. Tekjur ársins voru rúmar 391 miljón, gjöld tæpar 252 milljónir, fjármagnsgjöld 55,8 milljónir, hagnaður ársins 83,7 milljónir. Langtímaskuldir sem hafa nú oft verið ívið meiri eru 1011 milljónir og handbært fé frá rekstri 184 milljónir sem ég finnst bara skrambi gott, eins gott að passa málfarið. Meira má segja að hækkun lífeyrisskuldbindinga hafi verið gleðitíðindi, sérstaklega eftir síðasta ár, en árið á undan var hún tæpar 14 milljónir en núna 2,4 milljónir. Að ársreikningi loknum var farið yfir ársskýrslu atvinnu- og hafnasviðs þar sem farið var yfir helstu verkefni á sviði atvinnu- og hafnamála svo sem stefnumótun, þróunarvinnu, skipulags, umhverfis Njarðvíkurhöfn og á Fitjabakka, samstarfsverkefni HB64 og samráð við fyrirtæki sveitarfélagsins og eitthvað sem nefnt í atvinnumálum. Hafnamálin eru þó ekki síður stór hluti að daglegu starfi sviðsins og vel farið yfir verkefni hafnasviðs sem koma að hafnastarfsemi landana, rekstri ísturs, sala á rafmagni og vatni, móttöku úrgangs, hafnsuguþjónustu og svo framvegis.
Ég viðurkenni að stundum og ég erfitt með að átta mig á hvernig 4 starfsmönnum atvinnu- og hafnarsviðs tekst að koma öllum verkefnum sviðsins fyrir í dagsins önn og því vil ég færa þeim sérstakar þakkir fyrir sitt framlag. Það ómetanlegt. Farið var yfir verkfundagerðir vegna dýpkunar Njarðvíkurhafnar. Framkvæmdir ganga vel og vonir standa til að hægt vera að bjóða út framkvæmdir vegna Skjólvarnargarðs sem fyrst. En sá garður sem myndast hefur samhliða dýpkun hafnarinnar hefur nú þegar haft mjög jákvæð áhrif á viðlögu Njarðvíkurhafnar sem sérstaklega gott. Farið var yfir stöðu HB64 verkefnisins og næstu skref en að 7. máli fundarins þá farið yfir hugmyndir varðar endurskoðun á deiliskipulagi upp af Helguvíkurhöfn en einnig hugmyndir að breyttu skipulagi við Njarðvíkurhöfn, akstursleiðum inn og út af svæðinu Fitjabraut og Fitjabakka. Að því tilefni lagði Sigurður Guðjónsson, varaformaður atvinnu- og hafnaráðs, fram eftirfarandi bókun. Með leyfi forseta ætla ég að lesa bókunina og jafnframt að gera orð Margrétar Þórarinsdóttur af mínu. Ég óskaði að verið bókað. Alltaf langaði að segja það. Ég vil gagnrýna þær hugmyndir sem upp eru hjá umhverfis- og framkvæmdarsviði umferð og umferðarflæði á Njarðarbraut frá Fitjum að Fitjabakka. Þar eru hugmyndir að setja 3 stútarhringtorg á mótum Njarðarbrautar og Fitjabakka samhliða því að setja upp ljósstýrð gatnamót á mótum Njarðarbrautar og Bergás. Slík framkvæmd í langt í frá til þess fallin að bæta það umferðaröngþveiti sem nú þegar skapast á annað tíma á þessari leið heldur mun hún gera hlutina verri. Ég velti því upp hvort búið sé að kynna hjá umhverfis- og skipulagsráði aðrar hugmyndir eins og að setja niður 4 stútarhringtorg sunnan við Ólís, líkt og kemur fram í gildandi skipulagi og sjá meðfylgjandi fylgiskjal sem fylgir með fundagögnum. Atvinnu- og hafnaráð hefur í samtali við skipulagsfulltrúa kynnt sambærilegar hugmyndir tengingu Bergás við Njarðarbraut og við Fitjabakka sem og tengingu inn á Ólís en slík framkvæmd mun skapa gott aðgengi og umferðarflæði á svæðinu. Sú hugmynd skapar einnig möguleikann á að áfram verði leyft að taka hægri beygju inn og hægri beygju út núverandi gatnamót Njarðarbrautar og Fitjabakka en banna þar vinstri beygju. Ég tel að betur sé farið með fé borgarana með að vinna að endanlegri lausn mála heldur en með því að fara í skammtímaúrræði eins og felst í núverandi hugmyndum. Tilvitnun lýkur. Í ljósi þessara gagnrýni legg ég til að þessu máli verði vísað til bæjarstjóra til að vinna málið áfram með starfsfólki í vonum að hort verði til hagsmuna allra þeirra sem munu koma til með að nýta sér umferðarmannvirkin í framtíðinni. Takk. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð. Birgitta Rún Birgisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar. Ég kem hingað upp vegna 7. máls í fundagerð atvinnu- og hafnaráðs þann 10. apríl síðastliðinn. Sjálfstæðisflokkurinn tekur undir bókun Sigurðar Guðjónssonar, nefndarmanns í atvinnu- og hafnaráði. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að vanda sér til verka, Fitjasvæðið skoðað í heild sinni og tryggt að hugsa sér til langtíma skipulags varðandi umferðarflæði á Njarðarbraut frá Fitjum að Fitjabakka. Á svæðinu fyrirhuguð mikil atvinnuuppbygging. Það nú þegar stór íbúðabyggð sem enn á eftir að byggjast upp að fullu, auk þess sem lífæð sveitarfélagsins liggur þarna í gegn. Ljóst að fyrirhuguð þróun og uppbygging svæðisins muni auka umferðarálag sem þegar komið á þolmörkum. Því brýnt að tryggja að alla framkvæmdir við gatnakerfið taki mið af svæðinu í heild og framtíðarsýn. Svo álagið valdi ekki óþarfa óþægindum fyrir íbúa og atvinnurekendur. Og ég óska eftir því að þetta verði bókað. Takk fyrir. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og viðstaddir, ég kem hér einnig undir 7. lið. Ég algjörlega sammála Hirti og Birgittu Rún bæjarfulltrúunum. Ég bara velta fyrir mér, þetta einhvern veginn eitt skipulagt kaos og við vitum það öll og þetta búið að vera til umræði í umhverfis- og skipulagsráði og þetta í hafnaráði og
Þetta bara risastórt vandamál. Og við erum að fá þarna Volklass og Bíkó og þetta lífæðin í sveitafélagið og svo eru íbúarnir þarna fyrir ofan í Ástónum, Steinás og fleiri. Ég bara velta fyrir mig, hvernig getum við leyst þetta? Þetta búið að velkjast í þessum ráðum, það virðist enginn vera að koma með einhverja farsæla lausn. Þannig að við skulum bara, spurningin eigum við ekki bara að biðla til íbúana og hvað finnst íbúanum? Eru þeir með einhverja lausnir? Eða getum við sest niður öll bæjarstjórn og farið yfir þetta með þessum ráðum þannig að við fáum farsæla og góða lausn vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlegu kostnaður í þessu öllu saman og við getum ekki verið að koma með eitthvað bara tímabundið og svo þurfum við að breyta aftur og við bara vitum það öll og við sjáum það öll. Bara í dag gríðarleg umferð þarna og það erfitt að komast inn á brautina. Þannig að ég bara held að við ættum að skoða þetta betur og reyna að finna farsæla lausna á þessu að því að eins og ég segi, mér finnst þetta algjörlega eitt skipulagt kaos. Takk fyrir. Hjörtur Magnús Guðbjartsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, til að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur. Ég tel atvinnu- og hafnaráð hafa komið með góða tillögu. Við höfum viðrað þær tillögu, eða bæði þá tillögu og aðrar svipaðar ítrekkað við starfsfólk og kjörna fulltrúa í samráðshóp ÖSK og ATH. Og þær tillögur eru í rauninni tíundaðar í bókun Sigurðar sem ég las upp hérna áðan. Vandamálið við þá staðsetningu sem ÖSK stefnir á núna að þar ekki pláss nema fyrir eina akrinn sem væri algjör glundróði á þessu svæði í ljósi þess að Njarðarbrautin sprungin gjörsamlega. Við munum þurfa að breikka hana á einhverjum tímapunkti og þá rosalega vond meðferð á almannafé að fara að setja niður einnar akreinar hringtorg og hafa ekki pláss eða svigrúm til þess að tvöfalda það. Þess vegna höfum við lagt til að hringtorgi verði frekar sett sunnan við Ólís sem fyrir þá sem eru jafn lélegir í áttum og ég nær fitjum sem sagt baka til við Ólís. Það myndi ekki hafa nein áhrif sérstök á verslanir og þá þjónustu sem nú þegar á svæðinu og að byggjast upp þarna á svæðinu. Það myndi frekar tryggja gott flæði bæði inn á Fitjabakkasvæðið upp í Ásahverfið sem líka bara hellingsfjöldi af íbúum okkar sem við þurfum að passa upp á líka. Fyrir nokkrum fundum síðan, ég man nú ekki alveg á hvaða bæjarstjórnarfundi þá var samþykkt undargerð ÖSK-ráðs þar sem var meðal annars fjallað greining á umferðinni, þar sem var svona nánast eiginlega sagt að það líka bara þetta lokið sem stút niður úr hverfinu. Í mínum huga það líka bara ákveðin forsendu brestur gagnvart þeim íbúum sem búa þarna og ákveða að flytja inn í þetta hverfi miðað við það gatnakerfi sem var teiknað upp og það svo auðvelt að leysa þetta með því að færa hringtorgi örlítið sunnar þá þetta tvöfalt nóg pláss og hægt að tengja það bara beint inn á. En þar fyrir utan vil ég líka segja að það liggur svo margfalt meira á fyrir umferðina þarna á þessu svæði á hringtorg á Grænás og ég skil ekki, mér fyrirmunað að skilja af hverju þetta hringtorg fór inn í einhvern akút flokk umfram það sem hefur verið öskrað á árum saman. Ég fæ ekki svör á því hvernig stendur á því en það sá reitur sem hefur líka áhrif á Ásahverfið og hefur tilfinnilega áhrif á gríðarlegan fjölda íbúa og fyrirtækja í bænum. Sigurrós Antonsdóttir. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að koma bara undir máli númer 1 og bara gleðjast líka með kollega mínum, bæjarfulltrúa, Hirti, bara til hamingju með þennan ársreikning og bara
Vel gert. 7. mál, ég alveg sammála þessu sem að Hjörtur að segja. Bara, ég keyri hérna að hverjum einstu degi, mörgur sinnum að dag, bara alla tíma sólarhringsins, ég líka hérna bara á nóttinni, á vöktum og allt, þannig að maður veit alveg hvernig kaosið það hérna. Alveg sammála því. Það þarf að leysa það. Takk. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég fann að hafa áhyggjur að ef við tölum svona mikið að leikur, það er leikur hérna Álftanes Njarðvík bara fljótlega. En mig langar aðeins að nefna þetta því að þetta er risamál og varðandi bókun Sigurðar Guðjónssonar og með leyfi forseta að þá þegar maður horfir á þetta að setja tryggjast út af hringtorg og samlega því að fara að setja ljósastýringu þarna og þetta er nú þegar sprungið. Þetta er einhvern veginn sko, þetta minnir á svona vestu skipulagslýs. Þannig að ég er mjög sátt með það og mér fannst mikilvægt að koma einn upp að lýsa yfir bara ánægju með það hversu sammálaður í þessu máli og það er bara vonandi að menn sé ekki komni það langt að það sé fara að bjóða út eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við skulum allavega, það eru fullt af hugmyndum og mér líst allavega þannig á þetta geti algjörlega gengið upp. Takk. Afsakið að þetta gangi upp það sem við höfum rætt en ekki það sem var hugmyndanar sem liggja frammi. Takk. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti, það eru viðstaddir. Já, ég er virkilega ánægð með bæjarfulltrúa Hjört Magnússon að þeir eru komið með fyrirgefðu innilega afsökun á Hjörtur Magnús Guðbjartsson. Ég er mjög ánægð með að það er komið lausn hjá okkur. Ég finnst það bara frábært. En hvað er með þessa nefnd? Hvað segir þessi nefnd? Ég bara velti því fyrir mig. Nú var stofnuð þarna samráðsnefnd. Hvað er að frétta af henni? Ef að lausnin er þegar komin, okkur setjumst við þá ekki öll niður, ræðum þetta, tökum stöðuna, förum yfir þessa tillögu og lausnir sem að bæjarfulltrúi Hjörtur Magnús Guðbjartsson var að nefna hérna áðan. Og hvað segir nefndin? Við þurfum að leysa þetta, það er alveg vita mál. Takk fyrir. Já, kæru bæjarfulltrúar, takk fyrir góðar umræður. Forseti vill minnast á tvö mál hérna á dagskrá atvinnu- og hafnaráðs og byrja ársreikning Reykjaneshafnar 2024 en forseti vill hrósa ráðinu og hafnarstjóra fyrir mikla og þétta vinnu nú undanfarin ár og frábæran viðsnúning af fjármálum hafnarinnar. Hagnaður upp á 84 milljónir með eiginfjárhlutfall upp á 50,1%, bara vel gert og innilegar kveðjur til okkar hafnarstjóra og okkar starfsfólks og fínn árangur. Aðeins einnig undir máli 2 ársskýrsla atvinnu- og hafnarsviðs frá 2024 þar sem að forseti pínu svona skýrslunörd að þá vil forseti fagna þessari skýrslu sem er góð og lýsandi starfsemi hafnarinnar og sérstaklega var gott að sjá að í lokaorðum hennar er tekið fram markmið þar sem er gætt sérstaklega því að EBITDA hvers árs var ekki undir 40%, það eru holl markmið að setja fram í skýrslur. Þannig að það er gott fyrir reksturinn og vil forseti hrósa þessum vinnubröðum. En í lokin þá kom hér fram tillaga kæru bæjarfulltrúar frá bæjarfulltrúa Hirti Magnúsi Guðbjartsyni að vísa þessu máli til frekari vinnslu til bæjarstjóra og þetta skal ég ykkur segja, mál númer 6. Er það samþykkt af fundinum að vísa málinu í þann farveg og hér fara allar hendur á loft, kæru þakki fyrir það, kæru bæjarfulltrúar. Nú, þá er orðið laust fundagerðina í heild sinni hér í blálokin. Hér hefur ekki fleiri hvatt sér hljóðs, þessi samþykkt geta fundagerð atvinnu- og hafnaráðs viðsælast gefið merki og það er samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Virðulegu bæjarfulltrúar, hér þarf forseti að biðjast afsökunar.
Við vorum með 1 mál í fundagerð bæjarráðs frá 3. apríl síðastliðnum, mál nr. 5 fjárreiður Reykjanesbæjar sem hefði þurft að bera upp til sérstakrar samþykktar. Eins og við ræddum hér áðan þá tókum við sérstakan bæjarstjórnarfund en það sneri eingöngu að skammtíma fjármögnuninni, þannig að langtíma fjármögnunin þarf að bera hér upp sérstaklega og vill forseti biðja afsökunar á að við erum aðeins að spóla tilbaka aftur í bæjarráð. Ef það er heimild fundarins þá vill forseti lesa hér upp stutta bókun málið. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi þann 15. apríl 2025 að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 2,5 milljarði með lokagjalda þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól uppgreiðslugjald auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011, nánar tiltekið útvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Jafnframt Regínu Fanníu Guðmundsdóttur, kennitala 1311693379, fjármálastjóra Reykjanesbæjar, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélags samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talin beiðnum útborgun láns. Hanna nú. Þetta er hér opið til umræðu ef þið viljið taka til máls, kæru bæjarfulltrúar, en annars ber forseti þetta upp til sérstakra samþykktar. Þessi samþykkt geta fjárheimildina með þessari skeiðmerki og það er samþykkt hér af öllum greiddum atkvæðum, kæru þakki fyrir það. Þá erum við hér komin að 7. málinu á dagskrá fundarins, fundagerð menntaráðs frá 11. apríl. En kæru bæjarfulltrúar, liður 4, húsnæði Njarðvíkurskóla og liður 5, leikskólinn Hjallatún, breytingar á húsnæði. Þessum 2 liðum hefur þegar verið vísað inn til bæjarráðs og eru þar á dagskrá fundarins á morgun. Við munum þá vísa þessum erindum aftur til sviðsstjóra í þarfagreiningu líkt og við gerðum hér áðan. Þar sem að þessi þarfagreining þarf að liggja til grundvallar áður en við tökum ákvörðun málin fram. En við tökum þá málefnin til umræðu í bæjarráði þar sem þessum málum var formlega vísað þar inn en þetta er ferli mál sem það fer á morgun. Bara til að impra á því. En orðið er laust fundagerð menntaráðs. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er rétt, ég held við séum öll að missa leiknum, við erum bara að horfa á hann í sjónvarpinu, vona okkur sé fyrirgefið það. En ég kem upp undir lið 6, 7. lið í fundagerð menntaráðs og þar sem að lagðar voru fram upplýsingar frá leikskólafulltrúa stöðu leikskólamála og það er einmitt stutt síðan við fengum annað slíkt yfirlit fjölda barna í hverjum árgangi eftir hverfum og fjölda plássa. Kann ég leikskólafulltrúa bestu þakki fyrir þær upplýsingar. Ég sakna þess þó að fá ekki ítarlegt yfirlit yfir meðal inntökualdur barna og þá sérstaklega það sem sýnt svart á hvítu hver meðalaldur barna er þegar þau fá pláss á leikskóla í fyrsta sinn í dag og hvernig áætlað er að lækka þennan meðalaldur líkt og lögð hefur verið áhersla á undanfarin misseri. Og hér er ég semst ekki að óska eftir upplýsingum eða upptalningu eða hreinlega umræðu þau verkefni sem er í gangi eða framkvæmdir við leikskóla og fjölgun plássa og svo framvegis. Það sem ég er aðeins að fara fram á og leyfi mér að óska eftir að fá svör við er að fá áreiðanlegar tölulegar staðreyndir sem sýna meðalaldur barna þegar þau komast inn á leikskóla í Reykjanesbæ í dag og hvernig ferillinn og tímalínan sem sýnir áætlaða lækkun þessa meðalaldurs lítur út. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, bæjarfulltrúa Helga Jóhanna og bara góð brýning.
kannski aðeins til að nýta í það, þá náttúrulega pínu millibils ástand þar sem að Aspalaut nýopnað og Drekadalur í rétt opin en ekki að full opin. En það kannski heillvænlegra að fá þessa tölur í haust. En við skoðum þetta nánar. Bara takk fyrir góða ábendingu. Orðið laust fundargerð menntaráðs. Forseti vil kannski aðeins koma hérna inn og hérna ræða mál númer 6, staða leikskólamála. En í fylgigögnunum, eins og Helga Jóhanna bæjarfulltrúi kom inn á, má sjá að heildarfjöldi leikskólabarna í Reykjanesbæ alls 1083 börn á 13 leikskólum. Það gleðilegt að sjá hana fjölda barna á leikskólanum okkar, en við höfum verið í þéttu átaki með því að fjölga plássum í sveitarfélaginu. Við fengum með eitt boð bæjarfulltrúar á vígslu Asparlauta leikskólans eftir mánuð sem forseti mætti reyndar á áðan, svo það sé sagt, en það var gaman. Í mars fórum við svo formlega vígslu á Tjarnalundi sem 25 barna leikskólaútibú frá leikskólanum Tjarnasili. Það virkilega gleðilegt að sjá þessi hús lifna við með öllum þessu börnum. Við erum svo með leikskólan Drekadal í húsnað okkar í Keili, en þar munu fjölga plássum leið og leikskólinn verður tilbúinn nú síðar í ár. Þetta sterk framtíðarsýn og 3 nýir öflugir leikskólar í bæinn okkar og það eru frábæra fréttir og því ber að fagna. Forseti vil einnig koma léttilega undir máli 7, nýsköpun og þróunarsjóður menntasviðs úthlutun, en þetta gríðarlega mikilvægur þáttur í menntasamfélaginu okkar, þessi nýsköpunarsjóður, en þarna bárust 24 verkefni og þakka forseti öllum þeim sem tóku þar þátt, en alls var úthlutað 11,4 milljónum til 15 verkefna. Hæsti styrkurinn fór til sameiginlegs verkefni grunnskólana sem ber heiti fagmennska í forgrunni gervigreind í grunnskólum Reykjanesbæjar. Og næst hæsti styrkurinn fór svo til Holtaskóla í verkefni öll með skýrari sýn, skýrari markmið. En til hamingju aftur öll sumul og takk fyrir að taka þátt í þessu mikilvæga verkefni. En orðið laust fundargerð menntaráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs, þessi samþykkt að fundargerðina vinsamlega skifið þess merki. Og hér fara allar hendur á loft. Kæra þakkir, kæru bæjarfulltrúar. Nú, þá erum við komin að 8. máli á fundinum. Það húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2025 síðari umræða. En hér stóð til að ræða húsnæðisáætlunina í síðari umræðu. En á síðasta bæjarstjórnarfundi hér þann 1. apríl komu athugasemdir á fundinum sjálfum, en máli var svo ekki rætt formlega í bæjarráði milli funda. Áleit forseti að það væri vegna fárra athugasemda, en vissulega var máli ekki sett formlega á dagskrá bæjarráðs og forseti leggur því til að því veri kippt í liðinn og að þessu máli verði formlega vísað til bæjarráðs, sem sagt ekki á morgun, þar sem dagskráin okkar komin út, heldur til bæjarráðs þann 23. apríl. Þannig hafa bæjarfulltrúar góðan frest til að fara yfir húsnæðisáætlun og koma með tillögur að breytingu eða lögun eða hverju sem þau vilja. Og við tökum þá málið til staðfestingar vonandi á okkur næsta bæjarstjórnarfundi þann 7. maí næstkomandi. En þetta opið hér til umræðu, þetta tillaga forseta. Hér hefur engin hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta vísa húsnæðisáætlunina til bæjarráðs til frekari skoðunar, vinsamlega skefið merki og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir þetta, kæru bæjarfulltrúar. Nú þá erum við komin að 9. og síðasta máli á dagskrá fundarins, ársreikningur Reykjanesbæjar 2024 fyrri umræða, og til að fylgja ársreikningum og hlaði mætir hér Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, starfandi bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, við tökum hér til fyrri umræðu ársreikning Reykjanesbæjar fyrir árið 2024. Eins og við vitum þá hann í endurskoðun hjá endurskoðendum okkar og við vitum hann getur tekið breytingum, þannig að ég ætla að fylgja honum hérna aðeins og hlaði bara alveg örstutt. Þannig að hann til umræði í bæjarráði núna á milli umræðina í bæjarstjórn og við erum búin að bóka endurskoðendur í bæjarráð miðvikudaginn 30. apríl sem þá viku fyrir þann tíma sem ég mun leggja hér til í lok þessara umræðu við forseta.
að við tökum hann til umfjölluna hér á næsta bæjarstjórnarfundi 7. maí. En ég ætla bara rétt aðeins að fara yfir nokkur atriði og ég ætla að byrja á skýrslu og áritum bæjarstjórnar og bæjarstjóra og svo aðeins að snerta á nokkrum stórum steinum. En ársreikningur Reykjanesbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga, reglugerð og bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneyti sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskila aðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári. Rekstrar tekju sveitarfélagsins árinu 2024 námu rúmlega 40 milljörðum króna samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta. Rekstrartekjur A-hluta námu 27,8 milljörðum króna, laun og launatengd gjöld í samanteknu rekstrarreikningi námu 16,2 milljörðum króna en stöðugildin voru 1270 í árslok og ársverk voru 1280. Rekstrar niðurstaða bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 2,8 milljarðar króna, rétt rúmlega. Rekstrar niðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 7,9 milljörðum króna. En að teknu tilliti til þeirra liða, auk tekjuskatts og hlutdeild minnihluta var niðurstaðan jákvæð 2,5 milljarð króna. Áætluð rekstrarniðurstaða í samanteknum ársreikningi samkvæmt upphaflegri fjárhagsáætlun var jákvæð 1243 milljónir króna og nemur jákvætt frávik frá henni því 1274 milljónum króna. Og þetta er hægt að sjá nánar í þeim skýringum sem fylgja með ársreikningi. Heildar eignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi námu 94,5 milljarði króna og heildar eignir bæjarsjóðs 52,5 milljarði króna í árslok 2024. Heildar skuldir og skuldbindingar í samanteknum ársreikningi námu 55 milljörðum rúmlega og í ársreikningi bæjarsjóðs rétt innan við 34 milljörðum króna í árslok 2024. Eigið fé í samanteknum ársreikningi nam 39,2 milljörðum króna og eigið fé bæjarsjóðs nam 18,5 milljarði króna í árslok 2024. Nú íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs 2024 var samkvæmt þjóðskrá 24.246 og fjölgaði 3,93% frá fyrra ári. Og það kom ábendinga einmitt varðandi þennan þátt í bæjaráði síðast af því að við vitum að það hefur verið munur á fjöldatölum Hagstofu og þjóðskrár. En bæjarstjórn vekur svo athygli á skýringu 25 þar sem er fjallað fjárhagsstöðu og rekstrarhæfi samstæðunar. En eins og ég sagði áðan að þá er mun ársreikningur væntanlega að taka einhverjum breytingum, þannig að við höfum það bara í huga þetta er hann eins og hann stendur núna og þetta eru þau gögn sem að bæjarfulltrúar eru með fyrir fram að sig og ég get þá vísa líka hér í þær blaðsíður af því ég ætla að stikla hér á stóru. Og við byrjum á blaðsíðu 5 þar sem rekstrarreikningur ársins er að þá ætla ég bara að fara hér yfir það að rekstratekjur voru 27,8 milljarðar en í áætlun voru þær rétt rúmlega 25 milljarðar. Rekstrargjöld voru hins vegar 25 milljarðar en í áætlun rétt rúmir 22 milljarðar. Og það þýðir að rekstrar niðurstaða fyrir afskriftir eru hér rétt rúmir 2,8 milljarðar. Og rekstrar niðurstaða þá fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld er rétt innan við 2 milljarðar. Og það þýðir svo að rekstrar niðurstaða var jákvæð rúman milljarð eða 1113 milljónir í bæjarsjóði og í samstæðu 2,5 milljarðar. Nú ég ætla þá að fara yfir á blaðsíðu 6 og fara aðeins í efnahagsreikningin og fara þar í fasta fjármuni. En í bæjarsjóði þá er niðurstaðan svo að fasta fjármunir eru 44,4 milljarðar og í samstæðunni 84,3. Veltufjármunir, við förum yfir þá í skammtímakröfur, eru í bæjarsjóði 2,8 milljarðar og í samstæðunni 5,4 milljarðar
og þetta gefur okkur svo þegar við keyrum okkur þarna niður efnahagsreikningin að eignir bæjarsjóðs eru þarna 52,5 milljarður og samstæðunar 94,5 milljarður. Þá ætla ég að fara yfir á blaðsíðu 7 þar sem að eigið fé og skuldir eru og þar kemur fram að eigið fé bæjarsjóðs í lok árs eru 18,5 milljarður og samstæðunar 39,2 milljarðar rétt rúmir og skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs eru 33,9 milljarðar og samstæðunar 55,3 milljarðar. Eigið fé og skuldi bæjarsjóðs eru því 52,5 milljarður og samstæðunar 94,5 milljarður. Og ég ætla bara rétt að dýfa mér hérna inn í sjóðstreymið og fara yfir hreint veltufé frá rekstri sem er hér á blaðsíðu 8. En hreint veltufé frá rekstri bæjarsjóðs eru rétt rúmir 3 milljarðar, áætlunin gerir ráð fyrir rúmlega 2 og hreint veltufé frá rekstri samstæðunar eru tæplega 7,3 milljarðar. Fjárfestingar hreyfingar, ef við förum bara aðeins í fjárfestingu varalegra rekstrafjármuna, að þá eru þar stóru verkefnin okkur og við höfum svo sem farið aðeins yfir það hér að í lok árs höfðum við fjárfest í þessum stóru framkvæmdum okkar fyrir rúma 6 milljarða en áætluðum að það væri tæplega 4,8 milljarðar og í samstæðunni fyrir 8,6 milljarða. En þetta var svo sem kannski það helsta sem mig langaði að draga hér út úr ársreikningnum á þessu stigi. En eins og ég sagði hér áðan þá verður hann áfram til meðferðar og umræðu í bæjarráði og ég vil bara nota tækifæri og hvetja bæjarfulltrúa að senda vangaveltur að spurningar sem vakna á milli funda til mín og fjármálastjóra og við getum þá reynt að afla upplýsinga það. En annars legg ég bara til við forseta að önnur umræða fari fram á næsta bæjarstjórnarfundi sem er þann 7. maí næstkomandi. Kærar þakkir fyrir þessa fínu yfirferð á drög ársreikningi 2024. Orðið er laust. Kæru bæjarfulltrúar. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þannig að forseti leggur til að við vísum ársreikningnum til síðari umræðu á bæjarstjórnarfundinum okkar næst, þann 7. maí, en vissulega munum við hafa bæjarráðsfundi í millitíðinni til að ræða hann sérstaklega. Þeir sem samþykkt geta að vísa því þangað, vinsamlegast skemmmerki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú kæru bæjarfulltrúar, nú hefur formlegri dagskrá bæjarstjórn verið tæmd. Innilega þakki fyrir góðan og upplýsandi fund. Fundagerðin okkar verður undirrituð rafrænt og lýsi ég því bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar númer 696 hér slitið.